Góða kvöldið kæru podcastlustendur og verið velkomin í þáttin. Snorri Björnsson heiti ég og ég mun vera með ykkur til klukkan 11 í kvöld í boði Fanta Lemon og Tesla. Gesturinn í dag var nýfaldur Íslandsmeistari árið 2017. Hann var efnilegur körfuboltamaður sem sneri sér að hlaupum eftir að hafa fengið smjörþefinn af árangri á þeim vígvelli þegar hann hljóp sitt fyrsta maraþon gegn vilja foreldra sinna og sló óvart 30 ára gamalt Íslandsmet í leiðinni. Hann hafði ekki líkamsbygginguna til að komast upp í NBA-deildina en hann virðist hafa bæði líkamann og hausinn til að ná langt í hlaupum. En samkvæmt Arnari sjálfum snýst þetta meira hausinn en fæti. Ég myndi nánast ef þetta væri svona 70%, 30%, 70% andlegt, 30% líkamlegt. Þetta er þáttur númer 2 af 3 í hlaupaserjunni minni. Fyrsti þáttur var viðtal við Arnar Sigurðsson sem kom út í síðustu viku og þriðji og síðasti þáttur er svo væntanlegur eftir 1 til 2 vikur. Ekki flækja þetta, íti bara á subscribe á YouTube og í podcast-appinu og þið fáið handskrifað notification frá mér sjálfum þegar næsti þáttur lendir. Þið vil ég ekki missa af næsta þætti. Það reyndist auðvelt að fá Arnar til að tjá sig hlaup og íþróttamannslífið. Hann veit nákvæmlega hvað hann er að tala og er vel lesin. Bókstaflega. Gæinn er að klára 3 mastersgráður á 3 árum. Ég fór reyndar ekki í háskóla og gerir mér ekki alveg grein fyrir hversu erfitt það er. Þú veist, kannski er þetta bara eins og að taka bílprófið með menntaskóla en þetta hljómar svona... Já, þú veist, 3 mastersgráður, 3 ár, þetta hljómar eins og okkur svona challenge sem menn taka. Við töluðum óhefbundna leiðir að bætingum, eins og til dæmis 50 klukkutíma föstuna sem að Arnar var að klára rétt fyrir podcastið, markmiðasetningu, hvernig á að bæta sig, af hverju stærstu mistökin sem fólk gerir er að hlaupa of hratt þegar það fer út að hlaupa, að raka á sig lappirnar, hlaupa maraþon á nærbuksunum og hið sturlaða keppnisskap sem býr í manninum sem tekur flugvélina brosandi í mark þegar hann sigrar hin og þessi langhlaup. The Snorri Björns Podcast Show og Arnar Pétursson gjörðu svo vel. Við erum í beinni. Arnar Pétursson, velkomin í þáttin. Blessaði, takk fyrir það. Herðu, þú varst að segja mér áðan að við ætluðum að hittast í gær. Já. En þú ert mjög fegin að við höfum frestað til dagsins í dag út af því þú varst að klára 50 klukkutíma föstu. Já, ég svona byrjaði alltaf nýtt æfingatímabil á því að fasta. Eða það er að segja enda eiginlega hvíldartímabil frekar, á því að fasta. Og ég semst var að hlaupa maraþon fyrir 2 vikur síðan og það er svona hvíldartímabilið mitt er oftast svona kringum 2 vikur og rauninni sko með við hvíldartímabilið við 2 hluti. Það er bæði það að ég vil vera, ég er bara í hvíldartímabilið þangað til að mér finnst ég vera andlega tilbúin að byrja aftur að æfa og síðan helst vil ég vera orðin 100% heill af öllum svona einhverjum litlum kvillum sem eru kannski búin að vera að plaga eitthvað yfir tímabilið. Og mér fannst ég vera svona orðin komin á það stig að ég var hættur að nenna því að vera að gera ekki neitt og langaði að fara að byrja að æfa aftur. Þannig að ég svona, ok, þá er bara tími á létta föstu og ég ger þetta svona bæði svona finnst mér bara gott til að endurræsa líkamann. Þannig að svona, þú byrjar svona einhvern veginn á 0 punkti og svo eru svona mjög margir heilsueflandi þættir sem að tengjast í að fasta. Og fyrstir ég gerði það þá langaði mig bara að prófa þetta og þá fekk ég bara nýja sýn á það sko, hvað að vera svangur. Af því að fyrst sko þegar maður verður svangur venjulega þá heldur maður einhvern veginn að þetta verður svona stigvaxandi tilfinning og það verður bara svangur þú ert bara að deyja en það var svo skrítin tilfinning að þú varst svangur og sagðist með svangur og svo allt inni fór á það og ég bara, ok, það er svoleiðis og en fyrsta skipti sem hún gerir þetta áttu eftir að vera í þannig sé ég í ruglun. Ég var bara eins og sjúklingur í 2 daga með hausverk allan daginn og bara alveg orkuleg sko. Og hvað varstu að taka lengi? Það var bara fór bara beint í 2 daga Varstu ekkert búin að taka eitthvað svona intermittent? Nei, ég fór bara cold turkey og hætti að borða það var upplifun sko sem ég mæli mjög mikið með en það sem þetta ger líka sem er ógeðslega mikilvægt fyrir svona þol íþróttamenn eða reynda bara fyrir alla er að þjálfa líkamann ógeðslega mikið í það að nota fitu sem orkuforða og fyrst þegar ég var að gera þetta þá var náttúrulega bara líkamann minn vissi ekkert hvernig hann ætti að nota fitu sem orkuforða þannig að ég hafði með hausverk að heilin á því gengur fyrir kolvetnum mennilega og líkamann vissi ekkert hvað hann ætti að leita í orku en núna þegar ég gera þetta þegar nú er þetta í svona 5. og 7. skipt sem ég er að gera þetta að þá þetta var
miklu öðuldara, ég var ekki með hausverkið daginn og bara svona bara auðvelt að sofna og þannig, en ég hef líka fundið það bara á mér að ég er miklu betri að nýta orku úr fitu og það skiptir ógeðslega miklu máli í maraþonið, af því að í maraþonið þá kláraru á einhverjum tímapunkti svona eiginlega kolvetnisbyrðirnar í líkamanum, þannig að þú þarft að geta unnið líka orku úr fitu og gera það á hagkvæman hátt, ekki bara eitthvað illa, skilur. Er það ekki líka þannig að það er bara kolvetni í boði á öllum stöðum í maraþonum og svona lengri hlaupum, en þó svo sért að hendið einhverjum banana og Powerade og hvað sem þú gengur einhvern tímann á fitubyrðnar, eða ekki? Já, þú ert að vinna á einhverju svona, þetta er einhver prósentu hlutfall, skilur, þú ert á 90% af kolvetnis og 10% fitu. Já. Og það ætlum við verið mjög áhugaverðar rannsóknir með það að ef þú ert með fólk sem að segjum bara að hann myndi fara á bretti alltaf og hlaupa bara á max hraðanir sínum, það var alltaf enginn að það væri bara að fá púlsin í gang, keisla og bara, það var alltaf bara keislaæfingar, bara eins og tapataæfingar eða eitthvað svoleiðis, og þeir eru alltaf svoleiðis æfingum, bara hámars áreinsla, þá ertu bara í kolvetnisbruna, það er bara svona 99,9% af orkunni er að koma úr kolvetnum. Þetta fólk sem var að gera þetta, þegar að hafa búið að gera það í ákveðin tíma, svo þegar þú lest þetta sama fólk gera einhver æfingu sem var á mjög lítill ágjöð, bara svona mjög rólegt, að þá var mælt og það var samt 100% nánast í kolvetnisbruna, þótt að var að fara mjög hægt, að það kerfið á því var ekki tilbúið eða vissi ekki hvernig þetta var að vinna orku úr neinu öðru heldur en kolvetnum, þannig að þau voru bara á kolvetnisbrennslu sem er mjög slæmt, þegar þá vartu bara með að við erum öll með einhverja fitu í okkur og þú kannt ekki að nota orkun úr fitunni, þá ertu bara að tapa, þá ertu bara með auka þyngdaðir sem er ekki að gera neitt fyrir því svona æfingum eða keppnum, þannig að þú ert að þjálfa þetta í líkamanum að vinna orku úr fitu. Heldur þú gætir hlaupið, segjum bara maraþon og sem sagt eins og þarna er búið að byggja systemið þannig upp að þú færð kolvetnagjöf á bara einhverja metra fresti, er einhver regla á því? Er það bara hvenar, nei, í rauninni ekki, í þessum stóru hlaupum þá ertu með á 5 km fresti þar sem þú getur verið með svona persónulega brúsa, en í hlaupinu öllu eru kannski bara getur verið 15 stöðvar, þannig að þú getur farið á 15 stöðvar og fyllt á kolvetnisbyrðunar, þannig að við einföldum þetta. Heldurðu að það gæti skilað meiri árangri að vera orðin það góður í því að brenna fitu eða að ganga í fituforðan sem orku, þannig að í rauninni að þú þurfir ekki að fara á þessar kolvetnisstöður, eða fattar hvað er að fara, að þú balansir þetta svolítið sjálfur? Þú ert alltaf að fara að taka inn kolvetni í maraþoni, af því að maraþoni er það mikilvæg ákefð að það líkaminn gengur bara miklu betur og hagkvæmar á kolvetnum, en þú vilt hafa balans í þessu, geta líka verið að vinna úr fituforðanum svo að hann sé ekki bara einhver óþarfa þyngd sem er að þér. Þannig að þú ert ekki að reyna að svissa þessum 90-10 yfir í 90% fita, 10% kolvetni, þú ert meira bara aðeins að balansa hlutvöldin. Já, og þú svona leiðir fyrir fólk að gera þetta, að vinna í þessu, eru svona til dæmis eins og ég geri er að fara stundum þegar maður taka svona róleg skokk á morgnana, að ekki borða áður en ferð að taka þessi rólegu auðveldu hlaup, að því að þá er líkaminn ekki með kolvetni í maganum og fer þá frekar í það að vinna orku úr fitu, og fyrst þegar fólk gerir þetta þá er þetta alveg töff, því að líkaminn er ekki vanur og veit ekki hvað hann á að gera, Já, en ég held að það sé bara sama eins og þú varst að tala um á, þannig að þú verður ekkert bara eitthvað svengri þetta er bara svona bylgja sem kemur og fer, Já, það er ángríns bara fyrir mér fyrsta skipti ég gerði þetta sem var bara stærsta, bara wow, ok, þetta finnst mér allir þetta að prófa, að fara yfir þessa hungutilfinningu og gera nokkru sinnum, að því að svona fekk alveg svona nýja sýn á hvað er þessi hungur, og einu sinni prófaði ég það líka að stundum mér stressaði fyrir að maður verður að fá sér að borða áður maður fyrir æfingu, ég náði ekki að borða, ég ætti að vera umulugur eða eitthvað svona dæmi, einu sinni prófaði ég að borða ekki 36 klukkutíma áður en ég fór á mjög erfið æfingu og tók æfinguna og bara gekk drullu vel, það var ekkert erfiðara
eða neitt þannig. Nei, þú veist, mér finnst þetta að vera svo andlegt sko, út af að, þú veist, hvers oft hefur maður verið með einhverjum og hann er bara eitthvað, ég er ekki búin að borða, ég get ekki hugsað og maður bara svona fórnalamb eigin hugsana sko, og eins með æfingar bara eitthvað, nei, ég fyrir að lyfta núna, ég held að minni líði yfir mig eða eitthvað. Síðan bara svona ef maður vinur sig á þetta og pröfar þetta, bara kemur ljós að maður er alveg sama standi, ef ekki betra stund. Já, þú veist, það er svona, þú veist, að þetta er svo gott fyrir andlegu hliðina í framtíðinni, að þú veist, þú ert eitthvað, ég náðu ekki að borða, en þú veist alveg, mannstæður, þú tókst 36 tíma sem þú borðar ekki og síðan tókst aðeins, þú veist alveg þú getur farið á sæðingu, ég veist alveg þú getur gert þetta. Já, ég veit. Þannig að þú veist, það er svona líka hluti af þess að því að hluti af því að fasta er líka andlegt dæmi og þú veist, ef þú ætlar að vera góður í marathoni, þá er andlega, ef þú ert ekki sterkur í hausnum, sko, þá getur þú bara glemt þessu, sko. Það er alveg, ég myndi nánast ef þetta væri svona 70%, 30%, 70% andlegt, 30% líkamlegt. Þeir sem er ekki sterkir í hausnum, þú veist, þeir eiga bara eftir að, þeir eiga ekki eftir að hvorki meika æfingarnar fyrir hlaupið eða þá hlaupið sjálft, sko. Þannig að æfingarnar fyrir hlaupið, þú ert að byrja að æfa núna fyrir hvað næsta, eða bara nú er bara æfingatímabilið hafið í dag, eða ekki? Jú, en ég er svona skiptið þessu æfingatímabilið alveg niður í svona nokkra fasa. Sem núna er bara uppbyggingatímabil. Það sem að meiri fókus er á í rauninni styrtaræfingar og liftingaæfingar, bara alltaf undirbúa líkamann undir höggin sem er að fara að koma. Já, og það tala svolítið áhugavert á þann með fólk sem brýtur sig niður í marathoni, það klikkar oft á því að byggja sig ekki eftir upp beint eftir marathon. Hvernig virkar þetta? Akkurat, það þú veist að þegar við förum í marathon og gengur nærriður og ert bara í 100% efforti, þá verður vöðvaniðurbroti í líkamanum fáránlegt. Það var til dæmis sína toppi félagi minn sem var að hlaupa Laugaveginn sem þú veist, þá ertu að hlaupa í 4,5 tíma eða hann, þú veist, flestir sem eru að taka þetta á 7 tímum, en hann semst fór í blóðpröfu beint eftir það og eða þú veist, ég bara blóðpröfu og síðan þegar hann fekk niðurstöðunar út í þá sagði læknirinn við hann að það væri eins og hann væri með krabbaminn í líkamanum. Það er að segja að því að vöðvaniðurbrotið var það mikið að það var eins og hann væri búin að vera bara á hörðum krabbameinslyfjum. Og þannig skilurðu líkamann á þér eftir marathon að þú ert bara með fáránlegt vöðvaniðurbrot og þú veist, þú væri ekki að biðja einhvern krabbameinssjúkling skilurðu að fara að hlaupa meira, ganga meira nærri vöðvana, hann þurfti að fara að byggja upp vöðvana. Alveg eins og marathonhlaupari, þú veist, þeir eru komið það mikið vöðvaniðurbrot í líkamann að þú ert í raunin orðin aumari og lélegri hlaupari eftir marathon. Og til þess að verða þá aftur betri, þá þarftu fyrsta sem þú ert að gera er að byggja upp vöðvan aftur. Og það er, þú veist, þess vegna er fókusin á mér núna, þú veist, næstu 4-6 vikurnar er bara að byggja upp vöðvana aftur svo að ég sé tilbúin í höggin og álæði sem að kemur síðan. Getur þú aðeins listið, hvernig þú gerir það? Hvernig styrtaþjálfunin og vöðvabyggingin á sér stað? Já, þú veist, það sem að þú veist, ég rauninni lifti, segja áttu fólki svona, ég lifti hasperana á milli, sko. Ég, þú veist, byrja að tek fyrstu liftingaæfinguna og þú veist, ég er með fókus á, þú veist, ég er með hnébeygju og one leg, stiff leg deadlift, það er svona helstu 2 æfingarnar, en síðan er ég með svona, æfingar sem er að fókus á mjaðmarsvæðin, lærin og aftan hamstringið og síðan bara fæ ég eiginlega alltaf hasperi skilur eftir fyrsta æfinguna því að maður bara er það veikur í vöðuna þegar maður byrjar og síðan í rauninni lifti ég ekkert bara fyrir hann að þær hasperur eru svona cirka bát farnar og það er, og ég er svona oft miða við það skilur að ég veit ég kom með góðan styrk þegar að það er bara, þú veist, 48 klukkutímar á milli haspera í rauninni. Fyrst þegar ég byrjaði, þú veist, það var ótturna bara eitthvað 4 dagar, þá vil að maður getur lift aftur þegar bara komið svo miklu hasperur að það getur verið hættulegt að setja bara á mánudum og miðvikudagum lifti ég. Að þú veist, þú vilt ekki vera að lifta þegar þú ert síðan bara eitthvað, eins og veist, bara í ruglinu með hasperur í líkamanum og þá eru vöðvarnir ekki búin að ná að byggja sér aftur alveg upp til að vera tilbúinir fyrir næsta æfingu. Þannig að það er unni mikilvægt að vera tildulega ferskur á þessum æfingum. Er það að fara í einhver há-rep og leta þyngdir og eitthvað svoleiðis? Já, þú veist, eins og bara fyrir seinasta tíðanbil, þú veist, þá var ég
þú veist, ég hef alveg verið í 4 sett af 10 sinnum til þessi hnébeygju og verið að fara, þú veist 90, 100, 120, 140 kíló Já, ok. og þú veist, sem er alveg í það hæsta svona, þú veist, maður þarf ekki að vera að fara í svona miklar þyngdir. Ég hefði haldið að menn var að taka færri reps og, þú veist, eitthvað svona 4x2 eða eitthvað svoleiðis. Já, þú veist, það er allir gangur á þessu en þú veist, það er málið samt sko að fæstir langklöparar eru að gera það. Já, mér hefði líka grunað það sko. Það er algjört, þú veist, fyrir mér er ég bara, þú veist, mér finnst það, þú veist, þetta er galið. Það er í rauninni hvað fáir að gera þetta. En það eru tvær svona megin ástæði fyrir því. Sko, ég líki þessu við eins og körfubolti fyrir, þú veist, 40 árum síðan, þá vildi enginn lyfta hendur. Þegar þú myndir lyfta hendur, þú veist, vera og sterkur í höndunum, að þá myndir skotið þitt, þú veist, fara til fjandans, að þá myndir missa svona touchið. Okay. Og í dag, þú veist, eru fólk bara, ertu hálfviti? Bara, nei, það fer ekki. En það eru, þú veist, þess að ég segi, þú veist, já, þú sér náttúrulega gæðana í NBA-deildinni, þeir eru náttúrulega núna allir væskilslegir og, eða þú veist, allt á massaðar og enginn hitti neitt. Nei, það er eina sem er gert í NBA-deildinni að skjóta þrista, sko. Og hérna, það er svona svipað í hlaupum og það eru, menn eru svo hrættir við það að þú byrjar að lyfta, þú veist, þá verður of massaður á, hérna, í líkamanum, verður of þungur, skilurðu, og bara eitthvað, og nærðu ekki að hlaupa það vel og bara bætir á því þyngd, skilurðu, og þú veist, meiri þyngd því er bara, þú veist, minni hraði að því að, þú veist, það er bara að meina sig að orta að bera. Þú veist, þetta er algjört kjaftaði, sko, þetta er ekki það sem gerist þegar þú fyrir að lyfta. Hjá mér, og síðan er hitt, sko, ástæðan fyrir að menn gerir þetta ekki, og þetta er mjög andlega erfitt upp á það að þegar þú lyftir og far haspurur og þú veist, verður hérna og vöðvarnar eru ekki jafn ferskir, þá verður skilur allar hlaupa einhvernar hægari. Þú veist, þú veist það bara að þú fer bara og lyftir, far geggjar haspurur og svo ætlar að hlaupa eitthvað, þú veist, 10 km hlaupa eða eitthvað daginn eftir, þú veist, það er ekki að fara að ganga neitt sérstaklega vel. Og þess vegna finnst fólki alltaf svona eitthvað að lyftir og svo haspurur og svo byrja að skokka og það er að skokka miklu hægar en að gera venjulega og taka þar æfingar miklu hægar og maður bara svona, já, en þú ert ekki að fara að toppa núna í þessar viku, það eru, þú veist, 20 vikur þá þú ætlar að toppa, núna ert að byggja grunninn fyrir, þú veist, að hafa þennan styrk sem þú ætlar að nýta síðan eftir 20 vikur, skilur. Já, maður er að taka smá skref tilbaka frá tölunum og já, hérna. af því að þú veist, þú ert bara að byggja upp, þetta er eins og ég segi, skilur, þannig eftir bara svona að reyna að byggja upp deig, þú ert bara reyna að búa til einn stórt deig og degur, það er að segja grunninn sem þú ætlar að vinna með, að bara grunnstyrk, hvað getur hlaupum ekki að kílómetri viku, hvað vöðvarnir þín að vera sterkir og svo svona kemur næsta tímabil sem þú reynir svona að lyfta deginu ykkur upp að setja í eitthvað svona smá form og síðan þegar kemur keppnistímabil þá ætlar þú skilur að fínpússa þetta form, að þú veist, að setja inn á akkurat eða þetta stefna á 5 km eða 10 km eða hvað, þá svona byrjar kannski 6 vikum fyrir, 4-6 vikum fyrir stóra hlaupið, að þetta snýst alltaf að toppa á réttum tíma, að toppa á einhverjum einum degi, að þá skilur viltu byrja að fínpússa formið, skilur að taka svona, og þegar ég segi fínpússa formið, að þá byrjar að taka æfingar sem að miða algjörlega specific að því sem að þú ert að fara að keppa í, en að því að margir flaska á því að byrja, þú veist, fara að beinta stað eitthvað æfa fyrir Reykjavíkumaraþon í 10 km og byrja strax eitthvað, okkur mér langar að hlaupa 10 km á 50 mínútum, þá ætla ég að byrja að hlaupa, þú veist, 5 sinnum 1 km á 5 km hraðanum, sem að er engin þannig sé tilgangur á bakvið, að vera eitthvað að byrja þá á hraðanum, þá ættu bara að vera að byggja upp grunn og byggja upp svona líkamann að vera tilbúin að taka við höggum lengra inn í tímabili, sko. En menn þori ekki að byggja, þú veist, er ótrúlega fáir sem er að byggja tímabili sitt rétt upp til að miða því að toppa á einum degi, að því að menn einhvern veginn vilja bara strax byrja að æfa og strax byrja að hlaupa og strax byrja að taka geðveikar æfingar eitthvað, en menn er svona hræddi við það, bæði það taka lyftinga eitthvað því að þú mynd hlaupa hægar á æfingunum fyrstu vikurnar í hlaupaprógramminu. Ég geti trúið að þetta sé líka rosa mikið fólk sem er nú þegar að hlaupa. Það er svolítið trekt til þess að fara í eitthvað prógram sem að hægir á tímunum sínum eða eitthvað svoleiðis. Skítrætt, sko. Skítrætt, það er líka það að það er basically enginn að gera þetta, sko. Það er basically enginn að gera þetta í langklubbi sérstaklega. Og þegar þú byrjar síðan að gera þetta og það fara fólki í kringu, að þú veist, ég er að þjálfa fólk og ég, þú veist, að láta þig gera þetta og byggja þetta rétt upp, að þá kemur það svona, en Arnar, ég allir núna að spyrja mig eitthvað, af hverju eru tímaðinni núna svona lélegir, er eitthvað, ertu meiddur eða eitthvað, ég bara, nei,
við erum að hugsa þetta aðeins til lengri tíma og síðan alltaf kemur alltaf að þegar við ætlum síðan að toppa þá, þú veist, toppa þau og eru miklu betri heldur en, þú veist, fólki í kringumstöðu sem eru búin að eitthvað að hamra á þetta. En það líka, þú veist, að fólki sem velst inn í langhlaup mjög sjaldan fólk sem hefur eitthvað brennandi áhuga á liftingum eða einhverju svoleiðis. Og þannig að, þú veist, það getur líka verið erfitt að kynna einhverja fyrir liftingængum sem ekkert það mikinn áhuga. Þú veist, ég kemur körfubolta og fótbolta sem við vorum að lifta slatta. Þú veist, ég mjög gaman að þessu líka. Þannig að, þú veist, fyrir mér þetta bara svona skemmtilegar æfingar. En það var alveg töff fyrst þegar ég var að gera þetta bara að, þú veist, stick to it. Að ekki að fara bara að því að maður fannskilur allt í einu tímandi voru hægari og maður eitthvað, dísis maður. Þannig að þú hleypur með harspyrur? Já, þú veist, það snilldin við þetta. Að hlaupa með harspyrur. Hvað snilldin við? Nei, það lykillinn við liftingarnar. Af því að eins og það eru líka mjög fáir sem hafa farið í háfjallaæfingabúðir. Það er að segja, þegar þú ferð upp í hæð, það er að segja, ert á stöðu sem eru yfir 1600 metra hæð yfir sjávarmáli og þú veist, allt upp í 2500 metra hæð ást í Kenya, að þegar þú ferð þaðan, segjum að ég ætlum að skokka á 4 mínútna peysi á kílómetrin við bara sjávarmál. Skokka? Já, þegar ég fer síðan upp í 1600 metra, 2000 metra, þá ég allt í einu skilur að skokka á 5 mínútna peysi á kílómetrin og að deyja. Bara eitthvað, fokk, þetta erfitt. Í fyrst þegar ég fór í svona háfjallaæfingabúðir, þá var ég bara, heyrðu, þetta kjaftaði, hvað fjandanum erum við að gera hérna? Af því ég í engu standi, ég ekki að höndla þetta og bara, þetta drasla, þú veist, mér fannst ég ekki komast áfram og var samt bara í andnauð allan tíman. Þetta svipað sem að gerast þegar þú ert að lifta, að þá ertu að setja semst í rauninni aðeins meira álag á kerfið þitt en ekkert á líkamann, því að höggin alveg svo sömu, en bara það erfiðara fyrir því að taka súrefni og vinna úr súruna þegar eru haspirur og vöðvaniðurbrot í líkamanum. Þannig að þú í rauninni færið líkamann til þess að byrja svona þetta overcompensation með það að bara, heyrðu, ég þarf að byrja að fjölga blóðkorni, ég þarf að auka súrunsupptökuna mína því að, þú veist, ég ekki ná að höndla að koma nógu miklu súrunni í líkamann. Alveg þurfa að vera upp í háfjallaæfingabúðir, þá bara lengra á milli súrefnis sameinda, það er að segja loftið þynnra. Þannig að líka hann fer strax í þetta ferli að reyna að fjölga rauðum blóðkornum því hann bara finnur bara, herri, ég ekki að ná nógu miklu súrefni upp í hverju mandarætti eins og ég vanur. Þannig að hann byrja bara að fá meira, reyna að leitast eftir því að fá meira súrefni í hverju mandarætti og þetta svona, þetta náttúrulega ekki sami hluturinn en þetta svipað dæmi sem í gangi að líka minn að því hann með þessar haspirur og meiri vöðva, hann þarf bara, herri, ég þarf að fara að fá meira súrefni í hverju mandarætti. Þannig að þú ert markvisst að koma þér í verri aðstæður. Svo þegar þú keppir þá ertu í betri aðstæðum og líka minni vanur. Já, þú fyrir að losna síðan við haspirurnar og losna við, þú veist, að því að síðan fyrir mér þá málið sko að til dæmis í desember, þess að ég var að keppa núna í apríl, í desember ég kannski, þú veist, 3-5 kílóum þyngri en ég síðan þegar ég keppi, af því að þú veist, þannig bæti ég markvist á mig vöðvum bara út þú veist, þegar þú gerir nefi, það virkjast fleiri vöðvar en bara vöðvarnir sem þú notar í hlaupum. En síðan þegar ég byrja að kötta út liftingarnar meira og meira, þú veist, þannig að verður kannski bara ein liftingaæfing á 10-14 dögum bara til að viðhalda og fer meira inn í að hlaupa að þá þú veist, konceptið að þú veist að haldist eftir þeir vöðvar sem eru virkjaðar á hverjum degi í hlaupunum, en hinir vöðvarnir byrja svona að minnka og þá skilur endaru í, eins og ég tek frá 2017 í apríl, þú veist, þá ég kannski í race þyngd 61 kíló og get lift segjum bara 10 sinnum 90 kílóum í nebi og bara ekkert mál. 2018 árið setna ég aftur 61 kíló en get þá lift 10 sinnum 100 kílóum. Já, nákvæmlega. Þú veist, þá ertu bara með sterkari vöðva, jafnlega þyngd, þú veist, þá ertu bara komin í skilur eðlisfræði, þú veist, væntanlega ferður hraðar áfram. Þetta eru sterkari vöðvar að bera jafnlega þyngd. Og þetta svona grunnkonseptið og plús það að svo ég farið meira inn í svona einhverja tæknilega hluti. Já, endilega. Þá þú veist, það mjög fyndið að hugsa til þess að þeir sem eru með, þú veist, ef þú ætlar að vera góður hlaupari þá ætlar að vera með góða hámarks súrefnisupptöku getu. Það er að segja hvað líkamann getur tekið mikið súrefni upp í hverjum andardrætti.
VO2 max, Já, er það ekki svona... hversu mikið líka með nota súrefni til þess að búa til orku? Já, og það sem er fyndið við þetta er að fólk sem er með mjög hámarks súrefnisupptöku, það er oft fólk sem er offitusjúklingar eða reykingafólk. Já. Það er að segja að því að reykingafólk er með svo léleg lungu í rauninni að því að það er að reykja, að þá þarf í hverjum andadrætti að ná að taka inn, þú veist, það verður líka einn betur en að taka inn súrefni. Þú veist, þau eru ekkert góðir hlauparar, alls ekki, en þau eru með svona hámarksúrefnis upptöku að því að þau þurfa að taka svo mikið súrefni að því að þau vinna svo illa úr því. Alveg eins og fyrir offitusjúklinga. Það er svo mikil orka sem þau þurfa að fá í hverjum andadrætti að þau þurfa að bera svo mikla þyngd að þau eru verða góð í því að taka inn súrefni. Þannig að það er svolítið villandi að horfa bara á þessar tölur. Þú veist ekki hvað ágæskukomulegi einstaklingurinn er. Já, ekkert endilega, þú veist, að því að síðan þarf að taka þetta inn í líka hvað er mjólkusýru þröskuldurinn, þar að segja hvað hraða þú getur haldið áður að mjólkusýrunum byrja að keyrast upp. Sem er basically bara sársaukinn. Nei, þú veist, það er bara, já, þú veist, þú finnur náttúrulega bara þegar þú finnur þetta er svona, það er að þú veist að það byrja sýra myndast að þá er einmitt sársökinn fer hækkandi. Já, er ekki tekið eitthvað bara að þú getur ekki haldið lengur út af sársöka, er ekkert mælt við það? Nei, þú veist, það er mælt, það er tekið bara svona blóðpröfa, alltaf stungið puttana eða stungið eir. Já, þannig að bara sjá hvert ástandið er á einhverjum gefnum tímum. Já, þetta er miðað við cirka 4 millimól mælingin. Erst þú búin að fara í mikið af svona? Já, við hefum verið aðeins að nota stöðu en mælirinn er eitthvað bilaður af því að hann segir ekki neitt rétt til hvað er í gangi sko, því miður. Hann gefa lítra blóð í þetta. Já, hann gefa alltaf mjög blóðlítur orkulegs heima það en já, en það sem er nefnilega merkilegt við höldum áfram með hámarksúrefnisupptökuna að ef þú, mér langar nefnilega, ég var geðið til í að sko taka ég skrifa bók sko sem myndi heita Get Fat and Get Fast, komið titilinn en mér vantar síðan svona, og ég komið nokkur svona subjektan úti sem að ég þyrfti að ræða við sko, það er nefnilega eitthvað besta sem þú getur gert er að vera svona 15 kílóum þyngri en þú veist, þú ert venjulega og síðan verið að hlaupa með því, en þegar þú ert 15 kílóum þyngri þá er líka einn vanur að bera súrefni til 15 plus 15 kílóa í ákveðin tíma og það er ekkert jafn náttúruleg þú veist, losun á þyngd og þú veist, bara léttast hægt og bítandi. Þannig að þú veist, líka með svona næra að venjast því, þú veist, þegar þú ert búin að losna síðan við þessi 15 kíló, kannski á 6 mánuðum ári, þá ertu samt með hámarks súrefnisupptökuna til þess að bera súrefni í gæða sem er 15 kílóum þyngri og það þýðir bara eitt að þú munt hlaupa miklu hraðar af því að þú ert með svo hámarks súrefnisupptöku. En af hverju temprar líkaminn sig ekki niður þegar þú ert að missa þessi kíló? Þú veist, hámarks súrefnisupptökan, hún hverfur ekki, skilur þú? Ok. Þú veist, og vöðvarnir að þeir eru líka vanir að vera að bera 15 kílóum meira, þannig að þú ert með fucking sterka vöðva með við þyngdina þína og hámarks súrefnisupptöku og ég sé þetta gerast hjá bara endalasta fólki, sko, gæi sem að þú veist, gæti ekki hljópa á 40 mínútum í 10 kílómetrum. Árið seinna var hann að hlaupa á undir 32 mínútum 12 kílóum léttari. Gæi sem gat valla hlaupið var, þú veist, sko, kallað þú valla að geta valla hlaupið að hlaupa 10 kílómetra á 40? Hann var góð, sko, hann var alveg fýtt, skilur, þegar hann byrjaði, en þú veist, síðan verður hann mjög góð, skilur, að hlaupa undir 32 mínútum, það er alveg hratt, sko. Þú átt hvað? Ég á 31 mínútu. Ok. Og síðan ertu með, síðan erum við gæi sem hafa verið, þú veist, yfir 100 kíló og bara valla geta hlaupið og hann síðan hleypur á 40 mínútum, þú veist, 8 mánuði setna og búin að missa 40 kíló að þú veist, bara það að hann var með háa súrefnisupptöku og vöðvarnir hans voru svona að aðlagast alltaf að nýrri þyngd, skilurðu, eða það að segja, þú veist, þeir heldust meira styrknum eins og hann verið að lyfta 100 kíló á manni en síðan var hann bara 80 kíló alveg eins og sem fyrir aftur inn í, þú veist, með lyftingarnar að þú veist, ég er með vöðva sem eru vanir að vera að lyfta 65 kílóum en síðan eru allt í nú bara að lyfta 61 kílói að þú veist, og þá er ég hámarks súrefnisupptöku með að ég væri 65 kíló, þú veist, vann í henni að það var erfiðara fyrir mig að æfa þá og svo þegar ég kem seinna þá er ég með léttari líkama en vöðva sem geta lyft þyngri líkama og hámarks súrefnisupptöku sem er þá hærri en hún væri ella. Þannig að
það veist, en þetta er svona pælinga sem að þetta í rauninni að finna við þetta er að þetta eiginlega svona kemur svolítið mikið bara frá mér að ég hef ekkert séð neina almennilega verið að gera þetta alveg svona með þessari pælingu en pælingin á baku þetta þú veist allt svona þú veist science based þú veist þetta eins og allar æfingar sem ég gerir þú veist ég vil hafa einhverja rannsóknir eða vísindi eða eitthvað á baku það ekki bara eitthvað ég ætla bara að gera eitthvað nei þú veist það þarf að vera eitthvað alveg concrete concept á baku þetta. Veistu þá, þekkir eitthvað inn á hvort eykur þessa súrefnisupptöku meira kannski er engin munur á en aeróbik og anaeróbik æfingar? Já, þetta er mitt á milli dæmi sko, að þegar þú ferð inn í anaeróbik, þú veist þetta er svona þröskuldinu skilur þar á milli. Þannig að en viltu þá mögulega vera í einhverjum eins og bara, svo varst að tala um 5 sinnum 1 kilometr æfingar þar sem þú ferð ríkur upp og næst síðan tempraði niður og ríkur upp, bara svona intervalæfingar. Eru þær eitthvað gjarnar á að auka þetta heldur en langt og hægt skokk? Málið er, þú veist, til að auka þennan mjólkusýru þröskuld sem að skipti sko langmestu máli fyrir hlaupara og eins og ég fór inn í núna í samstarfi við Íslandsbanka fór ég inn í 15 hlaupahópa núna í apríl vísur landið og bæði þú veist til að kynna einhverja nýjungar í Reykjavík-maraþoninu en af því ég var að fara þá langaði mig sjálfum bara að taka æfingu með hlaupahópunum og láta alla af því að allir hlauparar þurfa að vita sinn threshold hraða eða sinn mjólkusýru þröskuld hraða að þetta er lang mikilvægasti æfingarhæðin til að vera að vinna á og þú veist það eru nokkra leiðir til að finna það út það eru ein leið til að miða með hámarkspúls en þetta er svona cirka, getur verið 86 til 90% af hámarkspúlsi og síðan er annað og þetta á að vera svona þægilega erfiðar æfingar síðan er önnur leið til að finna er að þetta er sá hraði sem þú getur haldið í cirka bát klukkutíma ef þú værir í fullkomnum aðstæðum og í keppni og þú veist, enga brekkur, engin vindur bara topp aðstæður. Er þetta ekki smá svona líka spjallhræði? Nei, þú veist, og þú séðan er hitt sko að þú átt að geta sagt cirka bát eina setningu í hverju mandadrætti. Þú veist, ef ég geti talað við þig eins og ég er að tala við þig núna þá ertu pottið að fara á hægt og ef þú getur ekki komið upp orði þá ertu pottið að fara hratt. Okay. Og ég segi átti svona við fólk sko að þú átt að geta verið svona hlaupa og segja mér líður vel ef þú getur sagt það þú veist í svona hverju mandrætti þá ertu cirka bát á réttu efforti. En það sem ég notast mest við eru þú veist það eru til svona hraðatöflur sem eru bara byggðar eftir rannsóknum á fólki þar sem fólk var bara látið hlaupa á ákveðnu hraða og svo var bara tekið blóðmæling og tjekka hvenær þú ert að þessum cirka 4 millimólum og sem er þessi threshold hraði áður en þú ferð upp í það mjólku sína byrja bara að vaksa stigvaxandi upp í líkamanum að þá ertu bara með svona töflu sem að fólk getur bara með þú sér bara hvað þú heldur að getur hlaupið 10 km á segjum að heldur að getur hlaupið á heldur að getur hlaupið 10 km á 60 mínútum þá er þinn threshold hraði 6 mínútur á kilometrin af því að 6 mínútur með kilometrin er hraðin sem þú getur haldið í klukkutíma og síðan fram eftir götunum skilur að þá finnur út frá þessari töflu hver þinn threshold hraði er og þeir eru að taka threshold æfingar að því það er líka mjög einfalt við það að geta sett upp æfingar sjálfur ástæðan fyrir ég vildi að allir myndi vita þetta er að því að stundum er maður að vera erlendis eða stundum er maður bara einn einhverstaðar en vill samt taka gett góða hlaupaæfingu og þá er alltaf gott að taka threshold æfingu og reglan á bakviðana er að fyrir hverjar 5 eða fyrir lengd sprettsins deilt með 5 er hvíldin á milli spretta eins og ég var að láta að gera 5 mínútna spretti þá var það bara 5 mínútur sem lengd sprettsins deilt með 5 og þá er 1 mínúta alltaf á milli sprettana og ég labbi bara á milli eitthvað en þetta er í rauninni ekkert sprettur eða? Með, þú veist, maður tala alltaf bara spretti þú veist, hvað sem að, þú veist, bara það eru nei, þú veist, alls ekki skilur sprettur í þeim skilningi að þú tala það er bara tímalega séð að þú veist, hver endurtekning að þú veist, ef þú ætlar að taka 10 mínútna endurtekningar þá verður skilur hvíldin bara 10 deilt með 5 2 mínútur á milli
þannig að þú getur alltaf bara búið til svona æfingu að þú vilt taka hörku æfingu sem bara mun 100% gera það betur hlaupara, ekki bara eitthvað, já, ég ætla að gera 500 metra eitthvað, þá bara á threshold hraðaneinum lengspressins deilt með 5 eru, þú veist, eins og 2,5 mínúta deilt með 5, 30 sekúndur milli, þú veist, þetta er bara svona einfalt, en þá þarftu líka að vita þinn bæði threshold hraða og svona þennan feeling sem á að vera í þessu, að þú veist, þú ætti að geta sagt hann cirka på eina setningu í hverju vandrætti. Og er þetta gert til þess að bara í rauninni þjálfa þinn svona aerobic base eða? Já, þetta er bara bæði, skilurðu, þetta er fyrir inn á aerobic og anaerobic svona þröskuldin þannig á milli að þú vilt í rauninni hækka hraðan sem þú getur hlaupið á án þess að sýra byrjar að keyrast. Að þegar sýra byrjar að keyrast stigvaxnið þá getur þú bara haldið þeim þessum hraða í cirka klukktíma, en síðan þegar hún byrjar að fara að hærra upp að þú veist, þá byrjar bara framistæðan að fara, þú veist, líka stiglækkandi, þú veist, eftir því sem að sýran í líkanum fyrir stighækkandi, fyrir framistæðan og hraðin að fara stiglækkandi og þannig að þú þarft að sérstaklega eins og fyrir marathoni, þú veist, ef þú ferð eitthvað mikið yfir en að mjólkursýruþröskuld þá ertu ekki að fara að endast út hlaupið af því að þú veist, þú getur bara haldið þessum hraða í klukkutíma og marathon hjá öllum er meira en klukkutími. Það lega mér að fullera það. Já. En hvernig peysar þú þig í samborið við þennan threshold þegar þú ert að hlaupa marathon? Þú veist, byrjaru hlaupið? Þú veist, þú vilt í rauninni marathon viltu aldrei nokkuð tíman komast nálægt þessum hraða. Já, ef þú ert á þessum hraða, þú veist, þá er sýra byrjað að myndast inn í líkamanum á þér og þú vilt ekki vera að koma með neina sýru að viti í marathoni fyrir bara skiluru senustu 3-4 kilometrana skiluru. Af því að ef þú byrjar ef þú ferðlum eins og ofrætta stað og byrjar að fara yfir að mjólkursýru þröskuld hraða hjá þér, þá ertu allt í nú bara búin að koma inn einhverju hellingssýru og þú ert síðan að vinna úr henni og þú veist, ef maður fer ennþá meir inn í eitthvað svona tæknilegt stöf sko, að þá er þú veist að því að mjólkursýra sem myndast í líkamanum og þegar þú ert á þessu mjólkursýru þröskuldsæfingum þá ertu að æfa líkamann í þér að vinna orku úr mjólkursýru, að því mjólkursýra er svona hliðar afurð sem að myndast inn í líkamannu þegar við erum að vinna orku og það er ekki þannig að mjólkursýran er bara einhver svona sýra skilur, því maður tengir einhvern veginn bara sýra eins og sért bara að taka sýru skilur, en þetta er einhvern bara svona afurð sem að þú getur síðan unnið orku úr og þeir sem eru bestir eru í rauninni þeir sem eru bestir í því að vinna orku úr þessari mjólkursýru sem er að myndast og þá getur látið mjólkursýruna að hverfa og þú veist þess að nefnilega hættulegt fyrir skokkara eða þá sem er ekki mjög góðir hlauparar að keyra upp einhverja brekku í hlaupi, að ef þú keyrir upp brekku og hratt þá myndast, þú veist, þá skýst mjólkursýruna upp í þér og ef þú ert ekki góður að vinna orku úr mjólkursýrunni, þú veist, þá er allt hlaupið þitt farið til fjandann sko. Já, er það erfitt að ná sér niður? Já, veist, ef þú ert ekki góður að vinna, ef líkamann er ekki góður að vinna orku úr mjólkursýrunni sem að er, þú veist, að sem er fyrir svona fæsta skokkaraði, þeir eru búin að taka mjög lítið af svona æfingum að þá, þú veist, þá sér maður átt að þeir eru mjög erfitt með að koma mjólkursýrunni aftur niður þegar hann er komin upp, þá bara náður ekki að vinna úr henni og þá bara ertu að deyja allan tíman þannig að maður svona vill helst, eða bara vill alls ekki vera eitthvað nálægt mjólkursýru þröskuldin sinum í marathoni, bara alls ekki. En þú ert þegar þú ert að hlaupa á þessum mjólkursýru þröskuldi, þá ertu væntanlega að hlaupa á hraðara peysi heldur en þú hleypur í marathoni? Já, þetta er svona nálægt mínu hálfmarathon peysi, þú veist, ég er að hlaupa hálfmarathon á 67 mínútum og það er svona nálægt skilur þessum klukkutíma þröskulds hraða sem við tölum þú veist, að þú ert ekki að halda þessum mjólkursýru þröskuld hraða í cirka báti klukkutíma. En hleypur þú einhver tíman hægar heldur en á marathonpeysi í æfingum? Já, þú veist 80-85% æfingunum mínum er bara rólegt skokk þar sem ég get bara spjalla skilur og það er líka svona einmitt miskilningur hjá mörgum að maður halda að maður sé alltaf eitthvað að hlaupa drullur hratt sko, en þú veist mest að þess er bara eitthvað jogg þar sem maður er bara að fara og hitta félagana og spjalla eins og þú veist við erum að spjalla núna og hvað græður á því? Það er bara allt sem maður græður á því, það er þú veist til dæmis, eitt sem ég breyti svolítið hjá mér er að skokka bara eins hægt og
bara skiptir í rauninni ekki máli hversu hægt þú ferð að því hægar sem þú ferð þá ertu bara að fara að vinna meira í því að æfa líkamann í að vinna orku úr fitu og að því að þú ert á lægri hámarspúlsi og síðan hitt að þess að helsta sem þú ert að fá það eru svona 2 hlutir að þú ert að bara æfa líkamann í það að flytja súrefni til vöðvana í hlaupahreyfingunni og þú veist þetta bara þú getur ímyndað að þetta væri verksmiðja með skilurðu biljón starfsmönnunum eins og við erum með rauð blóðkorn og þú ert bara að reyna að fá alla til að vera eins fullkomna starfsmenn og besti starfsmæðurinn og það tekur alveg drullu langan tíma að fá skilurðu milljónir af starfsmönnum til að vera allir geggjaðir og þú veist þannig að það tekur bara langan tíma síðan hitt sem að einmitt flestir eru sem að mjög margir átt að segja á er að þegar þú ert í cirka bara 60% af hámarspúlsinum þá hjartað á þér að slá af 100% krafti það að segja 60% af hámarspúlsi þá það ekki þá eftir þá slæra það ekkert fastar það slæra bara hraðar þannig að þú veist þetta væri bara eins og það væri að taka í 60% hámarspúlsi þá væri hjartað að taka 100 kíló í hnébeygju og þegar þú myndir fara í 70% þá væri það samt ennþá að taka 100 kíló í hnébeygju það væri bara að gera það hraðar þannig að þú veist og þegar þú ert í 60% hámarspúlsi það ekki erfitt sko þú veist, það mjög létt það bara þú veist, ég held að fólk átti sig ekki einu svona á því hvað það létt sko af því að þá getur þú bara verið að spjalla eins og við erum að spjalla núna en samt ertu með hjartaðir í 100% æfingu þannig að þú veist, það mjög lítil tilgangur í því að vera að hlaupa eitthvað á 70-75% af hámarspúlsinum af því að eina sem þú ert að gera að þetta erfiðara en þú ert að fá svo til alveg að sama æfingulegu áhrifin á því að vera á 60% af púlsinum og 70% og það sem að flestir gera mistök að skokka of hratt þú veist, þeir eru að fara út að hlaupa að þá eru flestir að hlaupa þannig kringum svona 75% af hámarspúlsi geta ekki spjallað finnst að vera svolítið erfitt en eru samt ekki að fá nema bara takmörku eða eru ekki að fá neitt auka benefit heldur en að þú væri að hlaupa bara 60% en þú eru að gera þetta andlega þú veist, allt og erfitt í staðin fyrir bara eitthvað því hvað ég talaði marga bara já, þú veist, ef ég að fara út og skokka bara ég get hlaup með þér, ég bara eitthvað ég bara skiptir engu máli hvað ég fyrir hratt sko, já, ég bara bara fyrir að spjalla, hvað meinar ég? Ætli spjalla eitthvað já, hvað heldur við sem að fara að gera og þá förum við veist, út og förum bara alvöru rólegt og þetta á bara að vera spjall og veist, því hvað eru margir sem að hafa bara farið út og eru alltaf að deyja þegar þeir fara að hlaupa og það sökkar skilur veist, ég myndi aldrei nokkuð tíma nenna að ég var hlaup ef þetta væri koncept hjá mér alltaf þegar ég fara út að hlaupa og væri bara shit maður þetta verður erfitt þú veist það þú nennið því ekki veist, hjá mér þetta bara þegar ég að fara í keppnir sem að ég pússa mig eitthvað svona alvöru að því þressoldæfingarnar eru þægilega erfiðar og rólega skokkið mjög auðvelt þannig að þú veist og þressoldi getur kannski verið 10% af magninu þannig að þú veist ég kannski með 90-95% af magninu mínu sem annarkvort mjög auðvelt eða svona þægilega erfitt það kannski bara 5% sem eitthvað svona smá töff meðan að hjá flestu fólki kannski 50-50 eða þú veist 70-30 sem 70 erfitt og 30 auðvelt af því að þú veist það var þá að labba því að það var orðið svo erfitt þú veist það var ekki að því að vildi vera að gera auðvelt en ef þú gerir þetta rétt skilur þá nálgunurinni miklu andlega auðveldari en þú ert samt að fá miklu meiri árangur Ok, áhört En ertu þá alveg klár í það að hlaupa maraþon á fárlega hröðu peysi og fárlega lengi? Já, þú veist, þetta bara þú ert bara að byggja þetta upp skiluru rétt og það ekki eins og segi, þú veist ég meni ég náttúrulega þegar tölum skiluru ég sé að hlaupa þú veist, 10% þú veist, það getur verið alveg skiluru að vera að hlaupa þú veist, 160 km viku þá alveg 16 km sem eru á þessu threshold peysi, þessum hraða og og þú veist, já, algjörlega það bara einmitt fólk hefur svona, sem ég verið að þjálfa hefur alveg bara fyndi sko að heyra þau tala þetta
hvað þetta er orðið miklu auðveldara núna en samt eru það að ná miklu meiri árangri að, veist, það er málið við þetta að það er allir að fara einhvern veginn erfiðustu leiðina til að ná árangri þegar það er til, þú veist, miklu betri, auðveldari leiðir, bæði andlega og líkamlega. Hvað er það að skokka lengi á þessu hæga peysi? Það er bara alls konar, þú veist, ég meina lágmarkstími er cirka 30 mínútur sem ég fer skokka, þú veist, og hámarkstími er svona, þú veist, maður fer einu sinni í viku í svona langa túra sem geta verið, þú veist, 2 tímar upp í 2 tíma og korter. Hvað er það að fara langt? Það getur verið, þú veist, eins og fyrir marathon, þú veist, í marathon gæðaæfingu, þú veist, ég fór lengst 35,5 kilometra núna fyrir marathoni seinast, en annars er ég bara þessi löngu túra að fara kannski 28 til 32 kilometra, en það er líka mjög mikilvægt að vera ekki að hugsa vegalengdir í þessu. Þegar ég er að þjálfa fólk sem er ekki að fara yfir eða þú veist, er ekki að fara undir 30 tíma í marathoni, þá er lengsti túri þú veist, þá fer eftir tíma en ekki vegalengd. Það verður ekki, þú veist, að það er líka annað sem að, þú veist, mann er að flaska því litt á bara, ég verði að hlaupa 32 kilometra í langa túrnum til að geta hlaupið marathon, bara nei, alls ekki. Og svo að því að þegar hlaupir þess að 32 kilometra, þá er það kannski 3,5 tíma því og er að hlaupa allt og hægt í þessum túr. Að þú ert meira að hugsa hraðan sem þú ert að hlaupa heldur en lengdina ef þú ert að fókusa á marathon. Og þú veist, þetta er eitthvað sem að menn eru mikið að gera vitlaust að, það er að segja, þú veist, segjum bara að þú ætlar að hlaupa marathon á 5 mínútna peysi á kilometrin og svo ferðu og tekur einhvern 32 kilometra túr þar sem þú ert að hlaupa á 6 mínútum á kilometrin. Þú veist, það tengist þú alveg lítið því sem er að fara að gerast í marathoni að hlaupa á þessum hraða. Þú viltu miklu frekar hlaupa á, þú veist, 5:30 í 2 tíma, þú veist, 5:30 pace í 2 tíma, þá ertu miklu nær paceinu sem þú ert að hlaupa, en þú ert að venja líka miklu meira á álæði sem þú ert að fara að lenda í marathoninu. En fólki sem er að hlaupa átt á þessum allt og hægt, það, þú veist, það er fólki sem er lendir á þessum vegg. Og þessi veggur í marathoni, þú veist, er algjört myth, sko. Eina sem þessi veggur er bara, þú varst að æfa vitlaust fyrir hlaupið. Og þú veist, einhver æfing sem að þú tókst einhverja sprettaæfingu þar sem varst að taka einhverja svona 1000 metra spretti og það er eitthvað, já, ég get gert þetta svona, þá ætti ég að hlaupa marathon svona hratt. En æfingi sem segir langmest til hvað þú getur í marathon eru, þú veist, löngu æfingarnar. Og þannig að, þú veist, það er þessi veggur, já, það er myth, fólk er að æfa vitlaust. Ég hef aldrei séð hann vegg. En er þetta ekki smá svona er þetta ekki smá andstæður að þú veist að tala eins og áðan með súrefnisupptökuna að vera í svona slæmu ágæskukomulagi og síðan þú ert komin í gott ágæskukomulag þá ertu miklu betur í stakk búin fyrir það. Já. Og að vera síðan alltaf að hlaupa frekar hægt og þurfa síðan að hlaupa miklu hraðar. Ég hefði haldið að þetta vera alltaf að hlaupa mjög hratt og síðan þegar þú kemur að marathoninu þá er það svo auðvelt út að þú ert að hlaupa miklu hægar en þú er alltaf hlaupið. Já, í rauninni, þú veist, í marathonu ertu að hlaupa hægar heldur en þú ert að hlaupa á þessum gæðaæfingum, það er að segja þessum threshold-æfingum. Þú veist, þá ertu að fara 20-30 sekúndum hraðar með kílómetrin en þú hlaupir í marathoni. En rólega skokkið er í rauninni til þess að þjálfa bara líkamann að taka vinna á súrefni, líkamann að hjartaði starfsemina og svona þetta er svona svo kallar active recovery eða þú veist virk endurheimt það sem þú ert, þú veist, að þjálfa kerfið en þú ert líka bara svona að losa sýruna eða öll svona eiturefnin toxin sem hafa myndast í líkamanni við æfingu skærdagsins. Þannig að þú ert alveg og sem sagt með þetta er svona grunnurinn að æfingaprógramniðinu en síðan ertu líka með styrtaræfingar og spretti og eitthvað svoleiðis. Já, ekki, eða þú veist, reyndar með síðan er maður alltaf með, þú veist, þess að ég lyfti eiginlega yfir allt tímabilið svona bara þegar að gefa meira, þú veist, þegar það er kannski 6-8 vikur í aðalhlaupið þá, þú veist, ger ég kannski á 2 vikna fresti bara svona til að viðhalda en ég er alltaf með, þú veist, styrtaræfingar upp á maga og bak og svona stöðu æfingar sem að skipta ógeðslega miklu máli að geta haldið réttri stöðu í, þú veist, rúma 2 tíma sem skiptir ógeðslega miklu máli að því að ef þú ert með 1% betri stöðu, þú veist, það getur þýtt bara einhverja mínútur í marathoni þannig að það skiptir öllu máli. Þú er greinlega djúpt í þessum hlaupum. Já, þú veist, þegar ég segi, þú veist, þá er þetta alveg, þú veist, ég
einhvern veginn ég aldrei skil, eða þú veist, fyrir svona smá í töðum með svona koncept að gera bara eitthvað þú veist, ég vil hafa eitthvað svona alveg bara svona hérna, einhver vísindi eða einhver rannsóknir á bakvið það sem maður er að gera og eitthvað svona koncept að ég get, þú veist, ef einhver spyrir mig hvenær sem er, þú veist, af hverju að taka þessa einhver núna, þú veist, þá get ég bara sagt henni nákvæmlega af hverju ég er að gera það ekki bara eitthvað svona, já, bara eitthvað hlaupa sko það er nú eitthvað, alltaf að hlaupa eitthvað Sá þetta program á netinu já, af því að þú veist, það er líka en hins vegar, þá er líka önnur hlið á því og það er svona ef að, þú veist, ég spyr eitthvað og, þú veist, af hvernig að gera sæðingu og þú veist, hann er ekki með neitt svona eitthvað þjálfunarfræðilega, lífeðlisfræðilega á bakvið það, þú veist, þá er eins gott að þú veist, næsta ástæða sé á því mér finnst það gaman að þú veist, mér finnst það líka mjög mikilvægt að það sé gaman þegar þú ert, þú veist, að æfa eða þú veist, að gera eitthvað ógeðslega erfitt að það hefur gaman að því ef að ástæðan er ekki eitthvað þjálfunarfræði líffræðislega og næsta ástæða er að þessi sagði mér að gera það er ég bara, what? Þú veist, af hverju ferði ekki freka þá að gera einhver æfingu sem finnst skemmtileg, þú veist ef þú ert ekki að pæla í hérna einhver svona djúpum pælingum bara, þú veist, gerðu þá eitthvað sem þið finnst allavega skemmtilegt, ekki bara eitthvað af því að einhver sagði að gera eitthvað, bara svona hafði allavega þá gaman að þessu, þú veist Þessar djúpu pælingar hefur voru ekki til staðar þegar þú hljópst þitt fyrsta maraþon eða? Nei, það, þú veist, eða bara þegar ég var að byrja á hlaup, þú veist, þá vissi ég ekki neitt, það var líka bara svona það er ótrúlega fyndið sko að pæla í núna þegar maður var bara að gera eitthvað út í lofti, bara hlaupa en þegar ég fór í það, þú veist, þá var svona eiginlega main concepti sko hérna að pabbi minn hérna var að hlaupa í maraþoni hljóp hérna 2005 þá hljópa maraþon og ég hérna, mér langaði að hlaupa líka ég ætlaði svona að hlaupa líka maraþon ég ætlaði að checka þetta á listanu sko geta, já, ég hlaupi maraþon sko en ég mátti ekki hlaupa því ég var ungur maður það veist að vera 18 ára alltaf mega hlaupa maraþon sem ég slíka galið sko og þú ert hversu gamall? Núna? Nei, þá? Já, þarna var ég 14 ára Nú, já, ok, þú ert talað bara á þeim tíma þar sem hann er að hlaupa Já, okay. Og þegar ég hérna og þannig síðan þegar ég var 18 ára þá hérna bara ok, veist, nú er ég nógu gamall og ákvað bara skrá mig með einhverjum 3 vikna fyrirvara án þess að tala við sko einn sko og þetta var mjög eftirminnilegt moment að ég tilkynnti bara að við vorum einhverju matabúði hjá vinafólki ég var að skrá mig í maraþon, ég ætla að hljópa maraþon og það bara stoppa allt þetta var svona 15 mann þetta var svona eins og hefur verið hérna bara hnífapöri duttu í gólfið og bara þú veist það var bara hvað er að gerast en hérna ég bara, ok, það bara nei, býtu af hverju, hvað er þetta spá bara hérna, nei, þú ert ekki búin að ég bara eitthvað, ég ætla bara að fara þetta sko, ég er ekki að fara í þetta til að vinna eða fara eitthvað all out ég ætla bara að fara að skokka eitt maraþon sko og það var bara, nei, þú verður mamma bara eitthvað, nei, hérna, þetta er ekkert grín að fara eitthvað maraþon ég bara, þú veist, mér leiði eins og ég hefði verið eins og ég sagði eitthvað, þetta var eins og ég hefði segið já, heyrðu, ég ætla að fara í fallífastök en ég ætla ekki að vera minna fallíf og það var bara svona viðbyrðin, bara já, ég er að fara að drepa mig sem sagt, bara eitthvað, hvað er að gerast og varst ekki að byrja að efast sjálfa þig þarna? Ég ángriðs, ég var bara, hvað var ég eiginlega að segja þú veist, hvað var ég að bara segja mig ætla að fara já, ég veit ekki, gera hvað sko en hérna en þau, semst, þá bara ég æfði ekki neitt fyrir þetta því ég ætlaði bara að mæta og skokka og þau sögðu mér, skilur, ég er því að stoppa þú stoppar á öllum drykkjastöðum og þú lappar og þú borðar þetta bananan og þú bara færið þér að borða og færið nógu næring og ég bara eitthvað ekki máli, sko, þú veist, mér gæti ekki verið meira saman, sko og eina svona undirbúningu var að gera svona good shit playlista og hérna og síðan það að þegar við myndum fara á stað þá ætla ég að negla stað og hérna þá var alltaf sko forsíðan á Morgunblaðinu daginn eftir hlaup þá var alltaf svona maraþoni og mér fyndi að ég startlínan þá? Nei, veist ég, eftir svona 100 metra eða eitthvað og ég ætlaði að ná því að vera þarna á þeirri mynd sko, bara svona upp á djókið eitthvað að vera ég eitthvað en hérna, ég eitthvað fór á stað, þú veist, nelda stað og síðan eitthvað bara einmitt bjósti við að bara allir myndi byrja að rúlla fram úr mér og ég er bara einhvers staðar þarna í aftarlega og svo gerðist það ekkert af neinu viti og ég þá bara svona, var bara eitthvað svona ég vissi nákvæmlega ekki neitt hvað ég ætti að vara hratt eða neitt svona og ég bara síðan sá eitthvað gæja sem bara eitthvað ok, þessi lúkkaði sem sé gjössalega með þetta var bara með, þú veist, beltin utan um sig og brúsaðan og bara lúkkaði þvílit próf hann ég hleyp bara með honum og ég bara fóð fyrir aftan hann
og þú veist, ég lendi í að þú veist, reimarnar losnuðu, ég eitthvað fuck, þú veist, að reima og ég, þú veist, gera allir mistökin, þú veist, ég reima og svo bara neldi ég alltaf á stað, þú veist, ég var ekki svona hægt að býta þetta ég bara hljópis hratt og ég gat og ég náði grúppinni aftur eitthvað og gerði þetta síðan á öllum á vastuðunum eitthvað, ég labbaði, drakk og svo ég bara sprett alltaf að ná þeim og ég var svo endaði ég með því að, þú veist, ég hljóp bara eins og mér fannst þægilegt, svo endaði ég með því að ég ekki í mark eitthvað, bara í, þú veist, fínum feeling sko og þá rétti mér einhver kona miða og ég lítið á miðan bara eitthvað, já, þú átt að mæta í verðlaunahafendingu eitthvað 12:20, ég bara eitthvað, já, ok what? Þú veist, enga hugmynd Þarna varst að slá sko 30 ára gamalt Íslandsmyndið ekki? Já, þú veist, þarna var ég 18 ára og lendi í öðru set af Íslendingum á Íslandsmótinu og í þarna Reykjavíkumaraþoninu, fekk út smá pening fyrir og síðan og ég bara eitthvað, já, ok, cool og síðan þegar við vorum að fara heim að þá þetta var mjög fyndið og maður labbaði upp sko hverfisgötuna eða eitthvað og þá kemur einhver maður svona hlaupandi þú varst að slá Íslandsmet þú varst einhver, já, þú varst að slá Íslandsmet og þá sló Íslandsmet í 18-20 ára og 20-22 ára í marathoni sem ég hafði ekki hugmynd að þú veist, væri einu sinni til eða neitt þannig sko. Og slóst þetta með óvart? Já, algjörlega, þú veist, og síðan fyndi að því að ég þurfti að mæta bara að ég var bara lykilmönnunum í meistaraflokki Breiðabliks í körfubolta og ég bara þurfti að mæta þetta mátti ekki hafa neina áhrif á það þannig ég mætti bara daginn eftir á körfuboltaæfingu og mánudeginum hlaupið á laugardeginum og ég var mættur á körfuboltaæfingu á sunnudeginum og mánudeginum og þriðjudeginum það var engin hvíld eða neitt þannig sko, þetta mátti ekki hafa nein áhrif þetta sína sko, já, þetta gerði ekki neitt ég er alveg góður. Varst ekki drústaðir? Jú, þetta var fálegt en maður þurfti svona play it cool sko ok, shit, þetta tók smá í Og byrjaði þá hlaupin fyrir þér þarna? Nei, rauninni, þú veist, þarna byrjaði svona fólk að byrja eitthvað alvöru að vera bara svona þú ert að vera hlaup en ég var bara, þú veist að ég var án gríns, bara svona mesti heitir á hlaup, þannig séð sem þú bara finnur það, því þú veist, maður er alveg uppið í körfubolta og fótbolta að vera bara hlaupa eru refsing skilur annar íþrótt að bara heyrðu umulegu leikur hjá fyrir gær töfum með 20 stigum, það eru 20 suicide hlaup eitthvað og þótt ég að vera alltaf góður í og því ég hugsa alltaf með mig bara eitthvað að því þú veist, ég vissi ekki hvað hlaupar er fjölbreytt og ég hugsaði bara ok, ég hleyp semst á hlaupaæfinguna svo hleyp ég á hlaupaæfingunni og svo hleyp ég aftur heim og hvað er á daginn eftir? Jú, meiri hlaup bara, þetta gat ekki hljóma meira svona óheillandi þetta væri bara alltaf sami hluturinn allan daginn, alltaf en síðan, þú veist, þegar maður byrjar og prófar þetta að þú veist, það er svo miklu fjölbreyttara en maður heldur og það sem er svona, það sem maður átt þessi kannski ekki heldur á er hvað þetta er ógeðslega gefandi að þú finnur alltaf eftir hver einustu hlaupaðingu finnur þú bara, ok, shit þetta var að gera eitthvað fyrir mig, þú veist, þetta ég var að vera betri og síðan ertu með svo margar vegalindi, þú veist, að bæta því og vera alltaf að bæta sig þú veist, geggjuð tilfinning og að sjá það alltaf á blaði bara, já, ég veit ég var að bæta mig því að núna hljópi ég á þú veist, 16 mínútum en ég hljópa 17 mínútum þarna, annað en í þú veist, fótbolta og körfubolta sem að þú veist svona, jú, ég er betri ég er nokkuð sem er betri svona erfitt að meta já, þú veist, og síðan ertu líka lendur náttúrulega oft í það og ferða æfingar sem er kannski bara verið að fara yfir taktík þú veist, það sem að þú varst á æfingu klukktíma æfingu og þá bara að fara yfir eitthvað leikskipula þú veist, liði var að vera betra en þú kannski varst ekkert að vera betri sem körfuboltamaður eða fótboltamaður En finnst þér þetta ekki stundum virka einhvern tímann gegn þér eða vera svona hlaupið svona aðeins og farður húspundi út að þú sér líka nákvæmlega hvenær þú ert að slaka hans á og hvenær þú ert ekki alveg að bæta þig? Jú, það er nefnilega hættan við þetta þú veist, að því að þú sér þetta svona beint bara þetta fer alltaf beint í smetti að þér hvað að hljósta á einmitt þessi svona væntingastjórnun og og að horfa svona lengra fram í tíman þess vegna er svo allir við talum á hann með þú veist, liftingar þegar fólk fer út að skokka þá sér það bara beint, ég er að hlaupa bara miklu hægar en ég hef verið að hlaupa áður og þá svona heldur að það sé að vera lélegra þó að það sé að vera betra þannig að þú veist, það getur klálega virkað gegn þér en þú þarft að vera einmitt svona sterkur í haustnum upp á það að svona sjá langt
fram í tíman að það hjálpaði líka með langklaupa þú veist, að verða góður langklaupum langklaup þannig að þú veist, það engin sem eitthvað það líka annað sem ég ást mjög heillandi við þetta að ef þú ætlar að verða ef þú ser eitthvað sem góður langklaupum þá 110% líkur að þessi einstaklingur sem búin að leggja fucking mikið á sig af því að það engin sem fæðist góður langklaupari þú veist, þú fæðist geðveikur spretthlaupari þannig segja því að þú bara fæðist með ógeðslega hátt hlutfall af stuttum vöðvaþráðum og sprengikrafts vöðvaþráðum en til þess að vera góð langhlaupari þá þarftu að hlaupa ógeðslega mikið þannig að þú veist alltaf bara já, þessi hefur lagt inn vinnuna, skilur við Þú mætir 2 árum setna og vinnur Reykjavíkurmaraþonið Já, þá Lagður inn vinnuna? Það er alltaf spurningin sko. Já, ég er alltaf alltaf hef, þú veist, óbeint verið að æfa langhlaup, þú veist, frá því ég var krakki af því að ég var alltaf að æfa 2 íþróttir og þú veist, ég meina þegar ég var í körfunni þú veist, þá var ég all in þar þú veist, það var ég alltaf yngri landsliðum þar og svoleiðis og þú veist, ég var alltaf, þú veist, það var bara hana hjá mig bara lágmark var ég 3 tíma á dag upp í íþrótthúsi að gera eitthvað sko, þú veist, ég ætlaði bara að vera í 3 tíma og þú veist, það myndi alls konar góður hluti koma út í þú veist, maður að skjóta, dribla, hlaupa eitthvað og síðan í fótboltanum, þú veist, þá var maður alltaf að hlaupa, þannig að þú veist, ég svona óbeint var búin að byggja upp alveg helviti góðan grunn án þess að vera að pæla í því þannig séð, en ég senst þannig að þegar ég tvítur þá voru við í undirbúningi fyrir U20 landsliðið í körfubolta og það var verið að velja hópinn og við vorum komin í 15 manna hóp og það var verið að kötta niður í 12 þegar voru 12 sem færi út og ég endaði með að vera valinn 13. maður, fyrsti varamaður inn og ég hef sagt, þú veist, þetta fyndi að hafi verið á milli svona cirka bát mín og Martins Hermannssonar sem núna, þú veist, okkar besti körfuboltamaður og þú veist, hann var þá, skilur hann 3 ára yngri en ég þannig að hann var, þú veist, að verða mjög góður og þú veist, blessunarlega skilur hann alltaf valinn og ég ekki valinn, þetta í byrjun sumars þannig ég hugsa bara, já, ok, þú veist þá ætla ég bara að prófa þetta hlaupadæmi, þú veist, sjá hvort að, þú veist, að ég prófa að æfa actually fyrir hlaupið, þú veist, hvað gerist þá og þá eitthvað ég samband við frænda minn og hann setti fyrir mig hlaupaprógram og ég endaði síðan með að vinna Reykjavíkurmaraþonið í fyrsta skipti og þá var svona eiginlega ekki aftur snúið þá var svona, ok, þú veist, þetta er líka alveg virkilega fyrir mér og ég, þú veist, þá svona þú veist, fara markmið að skjótast upp í hausinn á manni að þú veist, maður byrjar að bara horfa þetta til lengri tíma þú veist, hvað getur maður orðið í körfunni þú veist, ég gena tengt sko ekkert að vinna með mér í körfunni þannig sé sko, þú veist, ég er lítill og léttur en í hlaupun, þú veist, það var allt gena tengt að vinna með mér í breyka, já, ok Ertu ideal langhlaupari? Já, þannig sé nema það ég er alltaf massaður okay. Eða þannig sko, að þetta er fáralegt þú veist, þú myndir horfa með, þú myndir ekki hugsa að þetta væri massaður sko, gæði þannig sé en þú veist, þegar ég er á startlinni eins og heimsmeistaramótinu í hálfumaraþoni þú veist, ég er lítið kringum og maður bara eitthvað, já það er svoleiðis sko. Að það er fáralegt sko. Maður líður hann eins og maður sé einhver sko kraftajötun að þeir gæðar, þú veist, eru bara, þetta var alveg sjokk fyrst þegar ég lendi bara að vera svona við hliðina á þeim ég bara, já, ok, að þú veist, þeir horfið í sjónvarpið og svona allir hlutlagslega svona eins í svona langklubum að þú veist, ef þú myndir setja allir með þeim þá myndir þú halda ángríns að það væri bara einhver sko Þú varst komin inn til skölunar bara til þess að raunverulega sína hvað þær eru grannir Já, en þá, þú veist, ég nýti mig það sko í startinu, þú veist, þegar það tekja stað, þá bara út með olbúana, skilur Já, er þetta ekki smá fæt þarna í byrjun? Þetta er þvílíkt sko, þetta er alveg bara ég meina, ég var bara núna á heimsmeistaramótinu í hálfumaraþoni í Valencia og það bara ég minnst á myndina, það var svakalegt þá dettu gæði, skilur bara beint fyrir frá mig, þú veist það var bara þvílíkur tróðningur og hann bara dettur og síðan kemur, þú veist, bara þú veist, 1000 hlaupara, skilur, að hlaupa veist, þetta er bara konungur ljónana, skilur, það er bara að koma að gnýra það niður og þú veist bara undir, sko, og ég rétt náði það einhvern veginn að hoppi og svona myndan þar sem ég er bara stökkva yfir hann einhvern veginn í loftinu og þú veist, það er alveg svakalegt Þú ert með hróttalegt keppniskap, eða ekki? Jú, algjörlega, sko, ég meina þú veist, ég verið að náða að láta svona keppniskapi vinna þess með mér í svona seinni tíð en þú veist, ég á, sko þú veist, þegar ég var krakki, þú veist, mamma og pappi gátu ekki koma að horfa á mig í körfubolta
og þú veist, ég alveg ég grætt alveg mann og annan að hrauna yfir menn sko á æfingum. Ég lendi í það eitt wake-up call sem ég man ógeðslega vel eftir. Það er hvort eins og ætti að segja þess að sögu, þetta er svo skelfilegt sko. Að þú veist, þá var ég 11-12 ára og við vorum í æfing, körfuboltaæfing, og þú veist, það var ekkert að ganga neitt sérstaklega vel, þú veist, mitt lið var að tapa eitthvað og ég var ekki að hitta neitt og var ekki góður eitthvað, og ég semst point guard að tripla boltanum og síðan stelur liðsfélagið minn, þú veist, bara á æfingu hjá Breiðablik, stelur á mig boltanum og að fara hraðarhlaup og ég sný mig við á 0-1 í staðinn fyrir að þú veist að ná boltanum, þá bara sný mig við, tek 1-2 skrif og svo skriðtakla ég hann aftan frá á körfuboltaæfingu. Liðsfélagið? Já. 12 ára gamlan? Í körfubolta sko, ekki fótbolta, körfubolta, skriðtakla. Við erum að tala bara fætitunum undan? Já, þetta var bara já, ok, skriðtaklan, skilur bara. Þú íttir ekkert í hann? Nei, ég fer með sko lappirnar undan, þetta er bara fótbolta skriðtakling sko og fellan þarna og það var svona annars svona moment þar sem bara stoppaði allt svona æfinginu og ég já, ok, þetta var línan eitthvað lengst fyrir aftan þig, þú stendur sko 100 metra frá þessar línu sem þú mátt ekki vera að fara yfir. Það var svona, já ok, þetta var kannski full mikið. Og hefur verið að vinna eitthvað í þessu? Já, algjörlega, þú veist, að fá þú veist, keppnisskapið til að vinna með þér en ekki á móti þér er alveg, þú veist, það er alveg töff og margir sem að ná, þú veist, aldrei að gera það, en að samanskapið viltu hafa þetta keppnisskap til þess að pússa þig áfram, þú veist, þú vilt ekki, að því að fyrir suma, þú veist, sumir svona sem voru eins og ég og eins og ég í íþróttum, það sem bara alveg snaruglaðir, þú veist, það er oft svona drepið alveg í þeim, bara svona nei, þú bara mátt ekki vera með neitt skap, skilur, þú átt bara hættu þessu kjaftaði, skilur, eitthvað svona, en þú veist, það er miklu meira að fá það til að vinna með þér, þannig að þú nýtir það í sportið, þú veist, í það að, þú veist, þegar ekki mótlæti, að þá, þú veist, ertu með það mikið keppniskap bara, þú bara, ég ætla, þú veist, að rústa þér, eða, þú veist, ég ætla bara að gera ennþá betur næst, en ekki bara eitthvað vera, koma að segja, láta ég að vinna og móti sér í það að þú veist, ef þú verið í fótbolta þú myndir bara negla boltanum bara eitthvert og þú nefndir ekki að vera að spila eða þú myndir tækla einhvern og fá rautt spjaldskilu, þú veist, þá ertu að láta vinna á móti þér. Nákvæmlega. Þetta er svolítið unni með þér í gegnum tíðina allan, eða síðust ár, og það er 2017 þá varstu með Íslandsmeistari í 8 mismunandi greinum. 9 mismunandi greinum. 9? Já, ég náði að bæta einum titli við þarna undir lok ársins í Íslandsmótinu í víðavangshlaupum. Já, ok. Það í rauninni, þú veist, það var alveg fáránlegt ár í alla staði, bæði það að hafa náð þú veist að þegar ég var Íslandsmeistari í maraþoni, þá náði ég besta tíma sem Íslendingur hefur hlaupið á íslenskri grundu í maraþoni. Hver er sá tími? 2:28:17 og þú veist að það er alveg aðeins öðruvís að hlaupa maraþoni hérna á Íslandi í, þú veist, brekkum og vindi og þessum íslensku aðstæðum og ég var mjög ánægð með það, en síðan ég var að ná svona 9 Íslandsmeistaratitlum á sama árinu, það var alveg, þú veist, það var eins og andlega ógeðslega erfitt að vera on svona lengi, að vera alltaf klár, þú veist, þú vart að vera skilur 9 sinnum klár í hvað sem er, enda var það geggjuð tilfinning þegar maður nær því að gera eitthvað svona, það var það er svona moment þegar maður nær einhver svona markmið sem út maður að stefna að ógeðslega lengi, það er, þú veist, það er besta tilfinning í heiminum, eins og bara það þegar ég kláraði, þú veist, það var svona þegar ég fekk að vita, eins og eftir það ár, þá var ég valinn langhlaupari ársins hjá hlaup.is og svona, það var ótrúlega skrítin tilfinning þegar maður fekk svona viðurkenningu utan að komandi frá, þú veist, ég var búinn að ná þessu og síðan fæði maður svona viðurkenningu utan að komandi frá, þegar ég fekk að vita þetta, að þá alveg svona einhvern veginn, þá brotnaði ég alveg bara niður, sem er geðveik tilfinningu, ég var þetta var alveg mjög skondið að til maður fær þá tilfinningu, alveg eins og eftir Hamburg marathoni í Kaumark sem bara núna, þá tók ég alveg, það var bara gott kortir sem ég var inn í, þú veist, svona eftir hlaupi þá, þú veist,
að því að 14.000 manns að hlaupa, það var svona risa stór vöruhús sem bara endrast fólki inn í, og því að var eiginlega beislega engin kon í mark þegar maður að góða í mark, þá væri bara svona eiginlega einn inn í einhverju vöruskeið sem tekur 20.000 manns eða eitthvað og sat hann við eitthvað borð bara eitthvað grátandi í svona korter sem var geggjað. Gleðitár. Já, algjörlega, það var einmitt eitt sem kom eitthvað mér eitthvað, ég eitthvað happy en það bara, og það gerist einmitt í þessum svona marathonum sem svona langan undirbúning, langan aðdraganda og síðan nærðu markmiðinu, það bara besta tilfinning í heiminum að þeir eru að gráta úr gleði, skilur. Já, hljóma svoleiðis. Já. En hvernig ertu með, eins og varst að nefna með í byrjun að þú fastir svona undir lok tímabils og og tala að þú ert svona tilbúin að byrja eftir þegar þú ert svona andlega búin að ná þér. Ertu andlega gjörsamlega búin á því í lok tímabils eða hvernig líður? Já, það getur algjörlega verið þannig, þú ert búin að ræfa, skilur 2 á dag alltaf, þú ert að passa upp á skilur mataræðið, þú ert að fá þér alltaf að vera með mataræðið klárt, svefnin kláran, hvíldunar, endurhundina, nutta, rúlla, æfa, alltaf í svona langan tíma, þá ertu alveg undir lokin, ertu alveg bara alveg mjög klári að fara í hvíldatíðanbil, og ég tek alveg síðan tekum að skilur hvíldatíðanbilinu líka alvarlega upp í að fara, þá fyrir ég akkurat svona í andstæðana, bara ég hugsa ekkert mataræði, ekkert svefn, maður fer og djammar meira, skilur, og bara af því að þá líka auðveldara að vera að sleppa þessum hlutum þegar þú ert síðan komin í alvöru tímabilið, í staðin fyrir að vera svona einhvern veginn alltaf svona einhverju on, að vera frekar að fara bara alveg niður, leyfa líka honum alveg að ná sér að fullu, af því að með því að djamma. Með því að djamma helst bara með því að vera ekki að hreyfa þig. Já. Og síðan hitt að ná hausnum á þér klárum í það að vera að þú ert kannski þegar ég hringdi og kemur að gera þetta eða hitt, þú bara nei, ég er off í kvöld, þú ert búin að vera þannig í skilur einhverja marga mánuði að þá ertu líka svona aðeins að leyfa þér að sleppa þér svolítið. Já, bara að leyfa eins utan íþróttamanns lífsins. Já, og ég tekur þessu þannig alvarlega að þótt að mér langi ekki að fara að djamma, þá fer ég samt að gera eitthvað, það er bara, ég er að fara að gera eitthvað, bara finn einhvern að gera eitthvað, því að ég veit að þetta er núna hvíldatíðanbilið, ég er ekki að fara að gera þetta eftir mánuði, skilur, þá er bara, núna er eitthvað að gerast, ég lendi því að bara eitthvað, það er ekkert ekki, nei, maður bara eitthvað, heyrðu, þú ert að fara að koma, það er bara að fara að gerast eitthvað, það er þriðjudagur og við erum að fara að djama. Já, nákvæmlega, klukkan er hátíðarnar, bara var það með ekkert sko. Það er hvíldatími. En hvernig er það með svona þessa andlegu heilsu? Mér erst alltaf svona kristallast svolítið í þessum erfiðu hlaupum, býst ég við. Algjörlega. Hversu bara, það er að hlaupa marathónin sem þú veist að tala er bara miklu andlegra heldur en líkamlegra. Algjörlega. Hvað er svona þitt game í svona, eins og bara seinni helmingur marathons eða síðustu 10 kilometrarnir eða eitthvað svoleiðis maður þarf alveg að vera helvíti sterkur í hausnum til þess að hlaupa þetta svona ótrúlega hratt. Hvað ert þú að segja við sjálfa þig og hvernig byrjuðu þið undir þetta? Algjörlega, það sem að það eru svona nokkur hluti sem þú getur gert. Fyrsta lagi er að þú verður að vera búin að leggja inn, æfingarnar, af því að æfingarnar sem þú ert búin að leggja inn, þær gefa þér sjálfstraustið í að trúa því að bara, nú ertu að fara ákveðnum hraða, þú bara trúi því að þegar þú byrjar á þessum hraða, þú veist ofta að það ekki haldi honum í 42 kilometra af því að þú ert búin að setja þín æfingarnar og þú veist að þú átt að geta gert þetta. Það er svona byrjunin á því að þannig að þú ferð andlega inn í bara svona, ég veit ég er búin að leggja inn vinnuna, ég veit ég get þetta. Bara sjálfstraust. Já, það byrjar að því að þegar maður fyrir að staða í marathon, það er mjög erfitt að vera eitthvað út búin 5 kilometra og átta þig á því að þú hleypar þessum hraða í næstu 30 kilometra, átta þig á hvernig þið mun líða þá. En það er svona ákveðin tækni í þessu að þú áttir inn að ég, eins og þeir sem ég er að þjálfa á þegar ég er að þjálfa, að ég reyna að þjálfa hjá mér líkamsmeðvitundina að átta mig á því ef ég hleypa svona hraða, svona lengi, hvernig mér mun líða eftir 1 klukkutíma eða 2 klukkutíma eða hvað. Þannig að þegar ég hljóp í Hamborg þá hljóp ég 100% bara eftir feeling
Það er að segja, ég, þú veist, bara er að meta hvernig, þú veist, ég veit á hvaða feeling ég get verið að hlaupa, þú veist, hvernig mér líður, öndun, líkamsstarfsemi, allt það, hvernig mér líður, hvernig ég get haldið í langa tíma. Eins og það var alveg, hægasti kílómetrin minn var á 3 mínútum og 35 sekúndum og hraðasti kílómetrin. Já, og hraðasti kílómetrin var á 3 mínútum og 15 sekúndum. En þessi kílómetri sem var 3:35, þú veist, ég, þú veist, að vera að meta að þá, hérna, þú veist, ég fekk kílómetrasplitti á úrið og ég líti úrið og og þá kemur 3:35, þú veist, það er alveg tölvört hægar en ég ætla að vera á, en þú veist, þá er ég að hlaupa upp brekku og það var mótvindur og það var, þú veist, vastuð inn í þessum kílómetri líka, þannig ég er svona, ok, ég er að gera rétt, að því sem kom annar kílómetri sem var svona aðeins flatara, þá kom áttu, þú veist, 3:22, ég er svona, ok, ég er að gera þetta rétt. Þannig að, þú veist, ef þú þekkir hana feeling sem á að vera í marathoni, þú veist, þá ertu alveg í toppmálum. En síðan er hitt, sko, sem ég reyna að segja fólk, þú veist, sem mér finnst andlega auðveldast að gera þetta, ég er einmitt bara með svona kílómetra range, það er að segja split, þú veist, ég vil kannski vera að sjá kílómetra split á bilinu, segjum bara 3:20 til 3:30 og þannig ég sé bara alltaf eftir hvert kílómetri, þú veist, með feelingin og síðan sé ég, ok, 3:26 og síðan bara alltaf ég sé það, þá alltaf sem ég hugsa bara, já, nice að þannig að þú fær alltaf kílómetri svona, já, nice, að þú veist, bara það segja það við því svona, já, nice, bara þú veist, bara þetta að þá svona, ok, cool, ég er að gera rétt og þú veist, til líður vel og annar punktur er að hérna fyrir hlaupið að segja við sjálfa að þú veist, þú ætlir að brosa eins mikið og getur hlaupinu og það hjálpar ógeðslega mikið og svona ekki að fara inn hlaupið þannig að þú verður með svona neikvæðinu bara ætlir að brosa eins ofta og ég get og það hefur hjálpað ógeðslega mikið og það gefur ógeðslega mikið bara því svona litla tilfinningar svona rétt aðeins að brosa það einhvern veginn liftið er svona andlega miklu meira heldur en þetta brýtur ógeðslega og ég verði að vera bara alveg ég er að nekla þetta allt bara þú veist það er allt önnur svona nálgun á þetta og síðan er annað svona lítil punkti sem að fólk ætti að gera sérstaklega í sko hlaupum erlendis þess að sem að þú veist þessi Hamburg marathon ég held að það verið þú veist eitthvað 500.000 manns eða eitthvað þú veist á göttunum skilur að horfa og fylgjast með eitthvað þannig ég man ekki nákvæmlega hvað en þú veist það var strullað mikið af fólki að þú ferði í gæri svona manngöng í staðan fyrir bara að hlaupa eitthvað svona alveg fókusera bara það að lifta svona þess höndunum svona að hérna hreyfa hendina svona eins og þess að segja þú veist hvetja fólki áfram og hvetja þig það bara skilur að hækka decibelin bara tífalt, það bara trillast allir og þetta tekur enga orku úr því sko, bara einhvern svona lítil rétt hreyfing svona eins og þú veist að veifa þannig og það bara bilast, ég gerði þetta bara reglulega alltaf, það er amazing. Ég hugsa að það virki aðeins betur á þér að fá fólk til að hvetja það sem voru svona einn af þeim fremstu frekar en heldur einhver sem er að hlaupa á 5 tímunum Nei, ég ágríns, ég veit að veit ekki hvernig það er en ég hef fulla trú að því sko, að fólk er alltaf að klappa svona smá og síðan bara þegar þú hvetur þau áfram Já, svona aðeins pikkað í það er alveg magna sko, ég mæli eindrið með að fólk prófa það sko. Það er bara amazing sko. En hvernig er það með þessa síðustu metra eða síðustu kílómetra fyrir þér í erfiðri keppni? Er þetta ekki alveg byrjað að vera helviti sárt þá? Jú, það er nefnilega, mér finnst það nefnilega að það er geggjað við hlaupin er að þú veist, ég hef alltaf allan haft á tilfinninguna sko að hérna, þetta er alveg jafn erfitt fyrir alla þú veist, það voru allir að þetta eru kyrmar þá gengu allir í gegnum sama dæmið skilur, eftir tíðumhlaupi eftir 5 km var þetta svolítið andlega erfitt þegar eftir 5 km eftir að svona erfiðstu 2 kílómetrinir og áður nú ertu byrjað að sjá endamarkið og síðan við erum allir með svona sama feelingin að senasta kílómetrin og ert bara eitthvað að deyja að geta svona allir tengja við þessa tilfinningu þegar þú ert í lokin að svona mér finnst það líka mjög heillandi við hlaupin og mér finnst þess vegna oft sko meira að því að ég mann þegar ég var skilur að hlaupa 10 km á 35 mínútum þá leið mér alveg jafn lengi eða þú veist mér leið í skiluru að þá seinasti kílómetri minn lengur að líða heldur en þegar ég hleyp hraðar þannig ég hef alltaf sagt sko að þeir sem er að hlaupa hægast þeir eru rauninni mestu heitnuna þeir eru rauninni lengst sem þeim líður illa veist, ég er miklu styttri tíma hjá mér að leiða illa en þau eru svo lengi að leiða illa ég er bara svona shit, þetta er the real winners þegar fólki sem kemur þú veist að 60-70 mínútum 10 km er búin að vera að deyja kannski einhverja 20 mínútur og ég bara, fuck þú veist, kannski á mér voru bara einhverjar 5-6 mínútur þar sem maður var svona einhvern veginn í alvöru pain og dreifst þetta bara af?
Já, þú veist, þannig að það er svona góða þegar maður verður betri að þá verður sársökin í styttri tíma. Sá ég einhvern tímann vídeo af þér þar sem varst að hlaupa á hlaupabretti í eitthvað, þú veist, klukkutíma eða 2 bara starrandi á vegg. Já, ég tók, það var þegar ég var svona tiltölulega nýbyrjar, þú veist, það var alltaf að vera, þú veist, maður að lesa sér til og þú veist, það var alltaf að tala þetta væri, þú veist, maraþoni væri svo andlegt og þú veist, ég var ekki ennþá seldur á það, ég myndi vera einhver maraþon hlaupari bara eitthvað, þannig ég var svona, þú veist. Það var ekki búið að selja þér það alveg? Nei, það var ekki alveg búin að selja mér það, þannig ég var svona, hvernig, þú veist, er ég klár í andlegu hliðina og þá, þú veist, bara tók ég upp á mitt einstæmi, alveg eins og, þú veist, að fara fast eitthvað, að þá tók ég 35 kilometra æfingu, þar sem voru alveg 20 kilometrar á, þú veist, maraþon hraða. Þá var ég bara á bretti, engin tónlist, ekkert, bara hvítu veggur fyrir frá að mig, ekkert umhverfi, ekki neitt og tók svoleiðis æfingu og bara svona einmitt til að testa eiginlega sjálfa mig hvort að ég væri klár í þetta og hún gekk bara, þú veist, drullu vel að þetta var miklu minna mál en ég hélt, þannig að ég var svona, ok, cool, þetta það var svona check við andlega kaflan. Já, þú veist, ég svona, ok, þetta ávirkla við mig, af því að þú veist, það er alveg koma að segja, það er ekkert grína ákveða ætla að verða maraþonhlaupari því að þú ert að æfa já, drullu mikið og þú veist, ég segi, þú veist, þegar ég verið í æfingabúðum, þú veist, þá er ég að hlaupa 205 kilometra vikur sem er, þú veist, kringum 30 kilometra á dag og það er alveg töff á líkamann og andlegu hliðina og svona bara allt kerfið, þannig að já, þetta er svona gaman allavega svona sjálfstraust í það að ok, þú veist, ef þú getur gert þetta, þú veist, þá er ekki, þú veist, það er fátt sem er svona leiðilegra heldur en að fara á bretti, engin tónlist, aleitt, ekkert í kringu þig. Það er svona, já, svona eiginlega definition á boring, sko, er að fara, ég meina, hlaupabretti er nógu leiðilegt fyrir, sko. Það er alveg, það sé svona, er það kannski eina svona sem allir í samfélaginu eru sammála hlaupabretti, það er leiðilegt, það er mjög erfitt að gera hlaupabretti skemmtilegt. Já, ég meina fólk, þú veist, boraði sjónvörp inn í þetta af ástæðu. Já, nákvæmlega, þú veist, þetta er ekki málið, sko. En þú hleypir svo þetta fyrsta maraþon á 2:55 eða ekki? Já. Síðan ákveður að undirbúa þig fyrir næsta og það er hlaupið á hvað? 2:43 2:43, skafar af þarna rúmlega, hvað, 12 mínútur? Já. Núna stendur í 2:24. Já. Og Kári Steinn á 2:17. Já. Þú veist, með við þetta keppniskap sem ég hef heyrt af, þá ert þú ekki að fara að stoppa í 2:24. Nei, þetta er bara svona, þetta er allt bara, hvað maður segja, svona lítil skref sem maður er að taka í þessu, að, þú veist, allar æfingarna sem ég var að taka, þú veist, það er miðuð við 2:20 maraþon, en það var mjög heitt í hérna Hamborg og ég endaði með miður að vera einn allan tíman, það var engin gæi sem var nálægt mér. Sigraði það maraþon? Nei, þú veist, ég var bara í svona einhvern veginn no man's land, þú veist, ég var í 21. sæti 9. sæti af Evrópubúanum og hérna já, maður bara stundum gerist þannig að maður svona einhvern veginn lendir í því að það var engin nálægt mér, þannig ég ákvað bara að taka inn, þú veist, góða bætingu og það er bara, þú veist, næsta bæting auðveldari og að það er líka snýstum, þú veist, maður fæ bara takmarka mikið af svona bætingum á ferlinum og er frekar bara skemmtilega að taka fleiri í minni skrifum heldur en að taka einhverjar risastórar, þannig ég, þú veist, næsta maraþon verður örugglega í október eða september, annarkvort Berlín eða Köln og þú veist, þá er markmið að fara, þú veist, nær 2:20. Er það ólympíulámark? Ólympíulámarki var allavega sem seinustu ólympíuleika 2:19. Ok. Og þú veist, ég núna tímalega sé þegar ég 3,6% frá ólympíulámarkinu með þennan tíma, en þú veist, markmið er að fara bara, þú veist, annarkvort undir það bara eins, þú veist, innan þú veist, 0,5% frá því næstir að ég hleyp maraþon, það er markmið, þú veist, að ná því á næsta ári. Hvernig fer maður þegar maður er orðin svona sjóaður hlaupari og búin að hlaupa svona marga kilometra, hvernig ferðu úr 2:24 niður í, þú veist, 2:19 eða 2:17 eða hvað sem er? Það er í rauninni bara, þú veist, mjög svipuð nálgun út frá tímabilinu, nema þú veist, eins og ég hef gert frá tímabil til tímabils er að, þú veist, ég
að því líka á mér núna betri að höndla ákveðin fjölda kílómetrum á viku, þú veist, núna bæti ég við kannski 5% skilur í vikumagnið, en geri það bara mjög hægt, þú veist, þegar ég byrjaði, þú veist, þá var ég kannski áttu auðvelt með að hlaupa 100 km á viku, það var svona auðvelt, en núna ég komin upp í skilur 150-60 km eru bara svona þannig séð auðveld vika og þú veist, þá er kannski næsta tímabili sem það er í 165-170 km en þú veist, passa sig að gera þetta samt bara svona ógeðslega hægt og bítandi af því að bara líkaminn á þér þú veist, þetta er bara svona eins og leirklumpur sem að þú svona beitir hann svona hægum en þéttum þrýstingi þá mun hann mótast í það sem þú vilt að hann verði, en þetta er ekki eins og margir gera að þú veist, þú bara kemur og byrja að berja, þú veist, bara að þú veist að þá byrja hann að mótast eitthvað, þú veist, þá akkurat ferði inn í meiðsli og þú veist, það koma alls konar bungur eða eitthvað sem þú vilt ekki að sé þarna, en það er bara svona hægt og bítandi, þú veist, þá mun þetta gerast. Það fannst mér líka mjög heillandi við langklaup sérstaklega, er að basically bara, ef þú setur inn vinnuna, þá ertu að fara ná árangri. Þú veist, það er, þú veist, annars þyrftir að vera bara eitthvað líffræðilegt undur að í öfugátt að ef þú ert bara að æfa og gera það rétt, að þú bara nær engum árangri, þú veist, það er ekki sens, þetta er ekki eins og, þú veist, að þú getur alveg verið í körfubolta, þess að eitt gæi sem ég séð í körfubolta sem var basically einu gæi sem ég séð sko með neikvæðan æfingastuðul, það er að segja, þú veist, í meira sem hann æfði sig, þú veist, í lélegri varðan, að því hann var alltaf að æfa sig að taka, þú veist, hreyfingar sem voru skref, skilurðu, eða þú veist, að skjóta með einhverjum svona fáranlegum hreyfingu sem bara meikuð ekkert sennist, þú veist, og bara svona þetta var, já, basically að þú veist að æfa þig að verða lélegri í körfubolta, en þú veist, það er ekki þannig í hlaupum, þú veist, ef þú ert að æfa rétt, þá myndu verða betri, menn í sögum íþróttum myndi eins og í fótbolta og körfubolta, þú veist, þá getur verið að æfa, en þú veist, þú verður bara að taka mér eitthvað góður að því þú bara hefur kannski ekki tæknina, þú veist, æðir eitthvað tækninu og skræki eða eitthvað, en þarna bara líkaminn er mun aðlagast að álæginu, hann mun verða betri svo lengi sem þú svona heldur stöðuleika æfingum og gerir þetta svona tiltölulega rétt, þú veist. Þannig að þú sér fram á að saxa hægt og rólega á Íslandsmetið? Já, alveg, bara 100% sko. Ég eins og þú veist, fyrir mér, þú veist, þá þú veist, þá er það bara tímaspilsmál, skilur, af því að svo lengi sem ég mun vera að æfa og vera þokkalega heill, að þú veist, þá er bara, slíka minn er bara svona hægt og bítandi á leiðinni í þessa átt, þannig að já, maður bara þarf að vera, þú veist, passa upp á að vera heill og halda svona stöðuleika æfingum og þá, þú veist, ættu góðir hlutir að gerast. Og það er þá stefnan sett á Ólympíuleikana? Já, það er inni þegar maður svona ákvað að skipta úr körfu í langklaupa, þá svona fór maður einmitt að hugsa, þú veist, ok, þú veist, í besta falli gæti orðið kannski einhvern tímann Íslandsmeistari einu sinni tvisvar í körfubolta, hugsanlega verið valin í landslið, þú veist, verið kannski spila á Norðurlöndunum, skilur eitthvað svona smá, maður væri aldrei að fara eitthvað, þú veist, á Spáni eða eitthvað, efstu deltari eitthvað svoleiðis, en síðan hugsaði maður, þú veist, með hlaupin og þú veist, að maður ætti raunhafa möguleika á því að komast á Ólympíuleika og þú veist, það var eiginlega þá ekki mikil spurning að það væri svona miklu skemmtilegra markmið að stefna að fá getur maður það er svona eina tattúi sem ég myndi fá mér væri að fá mér Ólympíuhringi, það væri, ég man alltaf eftir því sko að ég var í 5 leikum sem krakki að þá Rúnar Alexandersson 5 leikamaður sem fór 2 eða 3 Ólympíuleikana, hann var með geggjað svona Ólympíuhringja tattú, ég man mjög svona ljóslifandi eftir þessu, en samt var ég skilur þú veist 4 ára eða eitthvað í skilur 5 leikum og bara man eftir að maður svona horfði að ná og hann að gera einhverja svakalega hreyfingar og bara eitthvað með einhverja Ólympíuhringi bara wow, þetta er eitthvað Þannig að þú ætlar að koma þér á Ólympíuleikan og sem beint í flúr beint í flúr, fá það svona pæla hvort ég ætti að fá mér á hálsin eða ennið, nei, ég veit samt ekki hvað maður myndi setja það nákvæmlega sko. Það er seinni tíma vandamál sko. Það kemur að því þú varst að segja frá því að þú ert búin að vera að fara fyrir Íslandsbanka í alla þessa hlaupahópa. Já. Þú tókst hvern og einstakling í hlaupagreiningu, eða hvað kallar þetta? Já, svona bara, í rauninni greindi hlaupastílinn hjá þeim og gaf þeim svona 1-2 tips sem þeir geta gert til að vinna í hlaupastílnum og ég er að fara að gera líka mjög skemmtilegt í sumar að
ég samstarfi við hleðslu að gera svona hlaupa ráð sem fólk getur að vinna í sem mjög einmitt senda á einmitt alla þessa hlaupahópa af því að maður var að gefa þeim svona hlauparáð og hvernig þið geta unnið úr því sem að svona sem vantar upp á hlaupastunni hjá þeim en þetta var alveg þú veist, þegar ég svona ákvaða þetta að því mér langar svo fyrir mér, þú veist, ég alveg með svona alveg tölvöld mikla passion fyrir hlaupunum og mér langar svo mikið að þú veist, sýna fólki hvernig þú getur náð betri og meiri árangri samt með svona sömu ákveð þú ert búin að gera að, þú veist, þegar við ákveðum að fara í þessu hlaupahópa þá bara, ákveð að væri til í einmitt að hjálpa fólki að sýna þeim hvað er að gera vitlaust af því að þegar ég fyrir út að hlaupa og sé oft svona fólk að skokka það er bara, það er svo það er alveg 2-3 hluti sem mættir alveg Hvað er það svona aðalega sem fólk er að gera? Nákvæmlega, það sem er hérna hjá flestum og það er sturlaði muni sem fólk finnur er að hérna það er að taka allt og fá skref það er að segja allt og fá skref á mínútu tíðnin í skrefunum er allt og lág og þegar hún er allt og lág þá ertu skiluru að lenda þú veist, það er meira álag á hvert skref svona meira, oft ertu meira að fara upp í lofti heldur en áfram og þegar þú lendir, þú veist, þá er höggin meiri, þú veist, svona einhvern veginn að pompa áfram þú veist, svona og lendir, þú veist, ert lengur á jörðinni þú veist, meira högg sem kemur meira álag upp líkamann, lendir ofta meira fyrir fram að þig, þetta er allt tengt í að bara taka ofáskrif þannig ég var bara að segja fólk að hjálpa þeim að auka tíðnina í skrefunum og þá verður allt miklu auðveldara og svona lykillinn að auka tíðnina það er að segja fjölda skrifa mínútu er að hreyfa hendunar hraðar að ef þú hreyfir, þú getur að prófa þetta að þið ferði út og þið hreyfið hendunar eitthvað satt og geti, slappinnar eitthvað munu fylgja með en það er miklu erfiðar að vera einhvern veginn að fókusa á lappinnar og þær fara hraðar það er miklu auðveldara að fókusa bara á hendunar og þær fara hraðar og þá munu lappinnar koma með sko og bara munurinn á fólki er bara í rauninni sturlaði sko af því að þú veist, þannig ertu bara allt í einu búin að græða hellingsorku þegar það var svo mikil orka að fara bæði að fara upp bæði þú varst að stoppa þig og þú varst að setja meira álag á lappinnar í hverju skrefi þetta var svona lang stærsti og algengasti hluturinn sem að fólk þarf að vinna í er að hreyfa lappinnar hraðar. En svona hílstræt og teygja sig aðeins svo langt og lenda á hælnum Já, það kemur einmitt út frá því að við að taka of fá skref í mörgum tilvikum. Þegar þú tekur svona færri skref þá færistu framar á löppina ósjálfrátt og þú veist, þú getur bara að prófa að þú veist, ef þú ert að tippla þú veist, eins og þú er að hlaupa yfir ekkjaskurn eða heit kólskilur þá lendir ekki með hælinn á undan þér, þú veist, þá byrjar að lenda rétta með löppina. Svo margt tengist bara því að þú veist, taka fleiri skref á mínútu þannig að það er ógeðslega, þú veist, það var ógeðslega gaman þú veist, það var alveg þú veist, ég var stundum töluvert lengur á æfingunni heldur en að upprunalegt að vera eins og þú veist, ef maður með 50-60 manns þá var til dæmis í lokin að æfingin var búin en það var ennþá skilur eitthvað 15-20 manns svona skokkandi í humátt í kringum hann eitthvað svona hei, þú eftir mig og ég eitthvað, já, ekki málið en maður svona ég veit maður, þetta tekur sín tíma maður en síðan var þú veist líka svo ógeðslega gaman að gera þetta því að þú veist, fólk finnur þetta þú veist, þegar ég var að sýna þeim bara 1-2 hluti og þá bara, og síðan löguðu það og þú veist, þau byrjaði að prófa það bara, oh my god bara, ert að grínast og síðan sýndi þeim, þú veist, æfingar sem þið geta gert og það er ógeðslega gaman að þegar þú sérð bara þarna bara beint svona fyrir augun þér hvað þetta hafa mikil áhrif. En finnst fólk geta ekkert skrítið fyrst eða? Jú, sumi sko, sumt sem maður var að segja þá bara leiði mér svo bara eitthvað mér leiður þess að ég sé hérna bara ég kunni ekki að laupa lengur þú veist, en það var bara litlu hlutir sem maður þurfa svona aðeins að vinna í en síðan var þetta líka, síðan var ég orðin eins og einhver sko skyggnilýsir að því að svona, já, svolítið hérna þú ætti til að fá álagsmeisli neðalí í bakið, eða ekki jú, ég hef verið að vinna og bara eitthvað alls konar svona bara eitthvað, já, þú ert svolítið slæmur í hálsinum eða ekki, jú, býtu nú við jú, ég hef verið að slæmur þar og fæ alltaf þreytumerki þar já, þú varst að hérna passa þetta var svona eitthvað Svo átt í slæmi sambandi við bróður já, þetta var nánast að maður var farin í þetta og eitthvað svona, já, þú ert með svona 1500 metrar hlaupastil já, ég var einmitt í frjálsum þegar ég var yngri já, gaman að því það var mjög svona fyndið sem að, já, maður bara segja það sem maður sá en síðan var þetta alltaf svona tengdist alltaf einhvern veginn svona
alls konar hlutum að mjög skondið sko. Hvað ertu svona fleira að gefa fólki í einhverju svona standardtips bara fyrir að hlaupa hraðar lengri vegalengdir? Er það mikið næring eða? Það er helst sko það er náttúrulega næringarlega séð þú veist að er þetta mjög basic, þú veist tekur lýsi, drekkur vatn, færðir prótein, hleðslu eða eitthvað fyrir eftir æfingar, hleðslu eða eitthvað eða bara hleðslu á færðir, bara einhvern prótein beint eftir æfingu skiptir lykilmáli fyrir, þú veist, allar íþróttir að vera með eitthvað svona standard eins og ég geri, þú veist, eftir æfingar að vera með þú veist, ég fæ með hleðslu banana og svona hálf lítra vatni, en þú veist, þá ertu komið prótein til að byrja að byggja vöðvana, kolvetni úr bananunum og hleðslunni að fylla á glýkógen orkubyrðirnar og vatnið til þess að byrja að, þú veist, til þess að eiga auðveldara með að skóla þessi gegnum allar líkamann og allt, þú veist, bæða að vinna úr toxinunum sem voru gangi og það að flytja góðu efnin, þú veist, próteinin og kolvetnin til líkamspartana. En það sem skiptir mestu máli fyrir hlaupara sérstaklega, þú veist, til að hjálpa fólki er að fara hægar þegar það er að fara út að skokka þetta rólega skokk. Já, þú veist minna það er, þú veist, 2 í viku kannski 2-3 í viku sem þú tekur svona gæðaæfingu sem eru, þú veist, með einhverju svona threshold sprettum eða brekku sprettum eða eitthvað svona, það er kannski 2-3 í viku, en ef við segjum að þetta æfa 5 í viku, þá eru hina 2 æfingarnar, þá er það bara skítrólegt, skilur, bæði fyrir andlegu hliðina og bara upp á það hvað þú ert að fá benefitið fyrir líkamann. Þú veist, í prógramm hjá mér fyrstu 4 vikurnar þá ertu bara að skokka rólegt sko. Bara skokka rólegt og taka svona nokkra svona stílspretti, hraðaukninga, bara svona mjög auðvelt sko. Og það er bara að vinja líkamann á höggin og svona byggja grunninn upp á framhaldi í tímabilinu. Þannig að þú veist, og ef þú gerir þetta, skokka hægar í rólega skokkinu, þú veist, þá er eftir að líða betur yfir allt tímabilið á öllum aðeins. Þannig að þú veist, skokka hægar í rólega skokkinu og síðan þegar þú ert að taka gæði, þá ertu að fara hratt, skilur. En hitt á að vera ógeðslega rólegt. Hvað með hlaupa sko? Já, þú veist, hlaupa sko, þú veist, það eru, þú veist, ég segi við fólk á þetta eiga allavega 2 hlaupaskópur og þú veist, 1 fyrir svona þessi rólegu skokk, það sem er meiri dempun og síðan ertu með svona önnur pör sem eru fyrir svona sprettina og keppnislaupin. Að því að þú veist, þegar þú ert að taka sér rólegu skokk, þú veist, þá er vöðvanniður brotið líkamannum og þú vilt passa upp á að höggin verði sem minnst, vilt helst hlaupa á allir mjúku undirlagi. Það er allt og margir að hlaupa allt og mikið á malbiki, þannig að ég fer alveg sko, ég fæ alveg í mig sko þegar það er verið að malbika núna einhvern stíg í Elliðaárdalnum sem hefur verið malastígur, ég alveg bara nei, látið hann vera, en reyna að hlaupa eins mikið þið getið á mjúku undirlagi, þú veist, grasi eða í heiðmörk eða eitthvað svona. Og síðan ertu með hlaupaskó sem eru þessir mjúku og síðan ertu með eina sem eru fyrir léttul eða fyrir sprettina og það sem skiptir mestu máli er að þú veist, haldi vel við hælinn á þér og haldi vel við ylinn á þér. Ef þú ert að renna til í skónum, þú veist, þá ert að tapa orku ykkur einasta skrefi, þú veist, það heldur ekki vel utan um ylinn á þér, að þá er bara alltaf svona smá að fara til hliðar staðin fyrir að allt sé bara að fara beint aftur. Þannig að það skiptir miklu máli að hællin og ylinn séu svona vel stöðug inn í skónum. Er ekki líka svolítið talað um þetta með en hælpúða að það sé smá svona ofmat að því leitin til að við eigum ekki að vera að hlaupa og lenda svona harkalega á hælnum? Já, þú veist, ég hef reyndar ekkert svona sérstaklega, þú veist, pælt í þannig séð, þú veist, upp á hvernig skotnir eru hannaðir, en þú veist, við eigum náttúrulega, þú vilt náttúrulega, ef þú ert að lenda á hælnum þá ertu að stoppa því hverju skrifi sem er mjög slæmt. En það í rauninni ætti að vera sko, þú erum eina svona þunga, eina létta og síðan ættir að vera hinir hlaupaskotnir ætti að vera rauninni tætnar að þér. Af því að hlaupa berfættur það er líka svona annar algjör svona lítill lykill að því að bæta þig sem hlaupara. Gerur það eða? Mikið sko, mjög mikið. Ég reyndar með þess að fyrsti Íslandsmeistaratitillinn af þessum 9 í fyrra, þá hljóp ég berfættur 3000 metra innanhús á tartanbraut sem að hefur ekki verið gert áður held ég. Fyrstu þess?
Já, en ég vissi reyndar ekkert alveg hvernig það myndi fara því ég hef aldrei hlaupið á tartanbraut sko, ég hlaupið mjög mikið inn í fífunni eða á grasvöllum að það sem þetta gerir að þetta styrkir með 33 vöðva undir ilinni sem að þeir eru að hlaupa í skóm þá eru þeir að hindra og sért að þjálfa alla þessa vöðva en þegar þú hlaupir berfættur þá ert að þjálfa alla þessa vöðva undir ilinni og líka að þjálfa ökklana ég hætti ekki á ökklæðingar eftir ég byrjaði að hlaupa berfættur þetta bara styrkir ökklana fáránlega mikið og svo styrkir þetta líka kálfana ógeðslega mikið og svo þegar þú ert berfættur þá ferðu ósjárátt í það að hlaupa með betri hlaupastíl gleymdu því að þú getur hlaupið á hælnum berfættur þú myndi ekki gera það því að það ekki nein dempun að viti þannig að þú myndi bara það verið vont fyrir þig og þá myndi færast meira framar á Og hvað er þetta að hlaupa berfættur? Hvar? Þú ert ekki að hlaupa á malbiki? Nei, bara á grasi eins og inn í fífunni eða í kórnum eða einhverjum sem innanús gervigrasvöllum eða grasvöllum Langt eða? Já, þegar ég segi fólk til að byrja þá segi ég bara 3-5 mínútur bara max þegar þú byrja þá bara þetta vinnur þetta mjög hægt upp því að það er ógeðslega einfalt að fara allt og mikið strax að þetta alveg allt öðruvísi álag en maður er vanur ég get alveg hlaupið bara í klukkutíma skiluru á berfættur og allt í góðu en þú verður að byggja þetta mjög hægt og rólega en þetta er bara algjör svona lítill leikill sem að mun hjálpa ógeðslega mikið í öllu sem tengist hlaupum líka bara svona velja að vera sterkar í tánum færi síðan jarðtengjum líka og gera þetta úti Já, ertu eitthvað í því eða? Nei, ekkert eitthvað svona neinu konsepti en bara það var einhver sem sagði mér að það væri eitthvað extra benefit að fá jarðtengi sure, I'll take it bara Öll þessi extra benefit Já, af hverju ekki Ertu að hakka líkamann eitthvað meira fyrir utan að vera eitthvað svona skoða þessar föstur og hlaupa berfættur Já, svona í raunin ekki það er svona helsta örgulega það er síðan reyndar ég prófaði eitt sem ég aldrei prófaður að raka með lappirnar fyrir Hamburg-marathoni Okay. Ég hef aldrei prófað það en Þú líka aldrei hlaupið svona hratt Nákvæmlega, ég hef segið það því að það var mjög heitt og ég prófaði þetta og því að þessi hlaupar þeir eru með rakaða lappi Já, okay. það er eitthvað koncept sem ég alltaf svona come on maður, hvað er að grínast en svo bara eitthvað heitt bara andlega nú fæ ég bara og þetta var alveg geggjað í alveg fílingurinn ég bjóst ekki við að þetta væri svona mikill munur á fílingu þér fannst þú smjúa betur í gegnum loftið það var mjög svona andlega þægilegt Þú ert að fara að halda þess áfram þá eða? Já, getur vel verið, það var þetta líka mjög fyndið fyrir andlegu hliðin þetta fæði svona bara lítið hlið já, þú ert léttari núna, þú ert að loftmótstaðan, hún hefur ekki áhrif að því úr því en það var líka annað sem var frekar fyndið við þetta Hamburg-marathon að það var mjög heitt og ég var með svona stuttar tights svona sem ég ætlaði að hlaupi sem var ég bara, shit, það er alveg heitt þannig ég ákvaða að fara bara að menn hlaupi mjög stuttum buxum og ég var bara í nærbuxum sem ég fór bara í sem eru bara boxinærbuxur og ég ákvað bara að fara í þeim og það lítur út fyrir að þetta séu bara stuttar hlaupabuxur en þetta voru henni nærbuxur þannig að ég hljóp á nærbuxunum Hamburg og var hvattur áfram það var enginn að segja það var nú bara út að þú tókst að hvetja fólk til að það var mjög svona fyndin tilfinning að ég fór úr húsinu í hlýraból og nærbuxum og var að fara að hlaupa maraþon með rakaða leggi já, þetta var smá svona steikt tilfinning að já, þetta eitthvað nýtt við þetta? Já, ég veit það ekki þannig að já, það var mjög frekar skondið að vera hlaupandum og nærbuxum að maraþon Hljópst þú einhvern tímann ég var að tala við gamlan bekkjabróðinn og Vestló og sameiginlega vin okkar hann sagði að þú hefur einhvern tímann farið í píptest með bekknum og hlaupið fram og aftur upp í 15 og ég skildi ekki alveg hvað hann átti við bara fram og aftur hlaupi ekki allir fram og aftur í píptesti en þú hljópst áfram og bakkaðir síðan þegar þú snerti vegginn hinum meginn í húsinu Já, það var,
það er algjörlega þeim að kenna það í sko íþróttaðna kennunum sko, því að þau sögðu fyrirfram að þú mætti bara fara upp í bara í level 15 og þá bara slökku við skilur, það er ekkert hægt að fara meira og því ég var peppa bara, ég ætla núna að setja gott píptest með þetta eitthvað, en síðan bara slökkt til 15, ég bara ok, þú veist, gerum á eitthvað hérna aðeins meira krefjandi og þannig að ég byrjaði bara að hlaupa og bakka alltaf baka það var hérna það var ekki hvart með áfram sko. Nei, það var reynt að stoppa þig. Nei, ég fekk meira svona heit frá allir sem voru að hlaupa skilur já, ég trúi því því ég var að bakka og eitthvað bara þú veist, þegar við vorum orðin einhverju 2 eftir einhverja að deyja eitthvað þú ert að bakka kjaftaði ég, hérna já, var þetta eftir að þú hljópst marathón eða? Já, ætli það ekki jú, ábyggilega eftir það okay, þannig að það var eitthvað, fólk viss alveg að það var eitthvað að hlaupa potential í þér já. Þannig að þetta var ég mæli með að prófa þetta sko. Þetta er hérna berfættur já, berfættur en hvernig er þetta með svona þessi pace ég, sko, út af mér finnst þú klikkað að skoða tímana þína á Kárasteins og síðan alltaf, þú veist, Kenýjubúana sem er að rústa þessu þú veist, þið er að hlaupa eins og þú veist tala bara á eitthvað, já, 3:30 ára eitthvað slæmu kílómetrar og eitthvað svona þú veist, þetta er svo mikill munur og þú veist, við erum að tala á eins og í Breaking 2 myndinni þú veist, þetta er bara pace sem þeir eru á, þetta er eins og að stilla hlaupabretti á bara 21 já. Og hlaupa í 2 tíma það er bara galið sko. Þetta er galið þú veist, hvernig þú veist, byrjaðir þú bara svona ótrúlega ofalega í þessu eða hvað? Nei, þú veist, það er líka annað með þetta hérna með hlaupin er að þú veist sko, við erum bara líffræðilegar vélar sem að þú veist, við verðum alltaf svona smá betri ef þú setur bara svona alltaf meiri og meiri vinnu inn og heldur stöðuleika aðeingum og þú veist, til þess að vera góður, mjög góður þá þarftu basically, þú veist, til að vera optimal þá er þetta að vera svona 10 ár þar sem þú væri bara að skokka, þú veist, kannski segjum bara 5-10 km á dag, bara rólega, þú veist og síðan myndir þú taka önnur 10 ár til að ná öllu út þér og máli af hverju þú veist Kenýjubúar og Afríkubúar eru oft svona góðir er að þú veist þetta gerist óvart hjá þeim þú veist þeir þurfa að ferðast langa vegalindir hlaupa í skólan, ná í vatn vera á hreyfingu, eru líka óvart berfættir, þú veist það er ekki viljandi þú veist ef það væri bara til skór fyrir alla hana, þú veist þá væri enginn hlaupa berfættir. Er ekki eitthvað tengt líkansbyggingu líka? Mjög takmarkað, það sem eina sem er svona hefur tengt við það er að þeir eru heppnir upp á það að kálfarnir á þeim eru mjög ofalega hátt uppi á löppinni sem fyrir neðan hné er pendúll og því neðar sem þyngdin er á pendúlnum því erfiðar er að svingunum því ofar sem að þyngdin er því auðveldar er það þannig þú veist, þú mátt alveg vera með stór læri en þú vilt helst ekki vera með þú veist, síða kálfa, skilur að kálfavöðarnir séu neðarlega á vöðunum og þú veist, ef þú lítur á þessa bara bestu hlaupara þá eru kálfarnir á þeim mjög hátt uppi. Ert þú með háa kálfa? Ég er með ágætlega háa kálfa ég mætti alveg vera hærri skilur við og þú veist, ég er með ágætlega þú veist, mjóan þú veist, í kringum öklan þú veist, að það er líka frekar mjótt það er ekki svona þykkt niðri þannig að það skipti, þú veist, það er svona eiginlega eina líffræðilega sem að þeir eru hlutfallslega margir með þú veist, háa kálfa en annað er bara, þú veist, ég meina lærin á allir Eþíópíubúum er alveg mörgum miklu stærri heldur en sjá mörgum hvítum skilur okay. En það er bara meiri kraftur í þeim en þú veist, það er mest sem skiptir máli pendúllin fyrir neðan hnéð þannig að þú veist, að þetta er þú veist, það tekur þessi svona 10 ára að byggja upp einhvern grunn og síðan alltaf að vinna úr honum og þú veist, ég er bara þú veist, gerðist í rauninni óvart hjá mér að vera að hreyfa mig svona mikið sem krakki, að þú veist, þá var ég bara þú veist, það var bara hjarta á mér orðið það þjálfað að það var, þú veist, tilbúið í það að gera eitthvað meira með formið þannig að þú veist, þetta er í rauninni já, þetta, þú veist rauninni geta allir þannig sé orðið góðir í langhlaupum og að það geta orðið geðveikt góðir í langhlaupum þess að þið byrja nógu snemma þú veist, það var bara nógu langan tíma í þetta þannig ég er bara alltaf litað á þetta, þú veist, maður svona hægt og bítandi þú veist, ég er svona pace sem að mér fannst bara vera eitthvað fuck, þetta er ógeðislega hratt, ég mun aldrei geta þetta en núna er ég, þú veist, að hlaupa þú veist, marathon á þeim hraða sem að mér fannst vera eins og marathon á mér núna var á hvað, 17,6 á hlaupabretti þannig að endilega eftir því þannig að ég vonaði stillið á
en ætti eiginlega að heyra þetta svona áður, þetta að heyra þessi setningu upp að því podcastins og fara síðan á hlaupabretti og hlaupa á þessum hraða og meðan þið hlusti á podcasti. Svona til þess að vita aðeins hvað þú ert að fara í gegnum þarna. Já, þetta er nefnilega alveg, þú veist, þetta er drullur hratt sko og maður en að samanskapið, þú veist, býst ég við eftir 2 ár minn ég lítið á hann hraða og finnast hann ekki vera hraður, skilur. Er ekki svolítið mikilvægt upp á hausinn og þú veist, svarið við þessu er augljóslega já, en þú veist, ég held að fólk klikki svolítið á þessu og þetta er kannski svona svolítið skýrt í íþróttum, en ég held að fólk klikki líka á þessu í vinnu og starfi og allt það, að þú veist, þetta eru svo hægar breytingar og eins og þú tala að eftir nokkur ár þú horfir á 17,6 og bara eitthvað svona, verður ég alveg að hlaupa þessu. En maður er alltaf ósáttur við tímann sem maður er á núna. Fattar, að maður gleymir svolítið að bera saman út af þú varst að tala að sama, þetta væri svo litlar breytingar yfir svo langan tíma að maður er ekki nógu duglegur við að reflekta á bara, herri, ég er að stefna í rétt átt, ég er hægt og rólega að verða bara miklu betri. Það er nefnilega eitt sem er ótrúlega erfitt við þetta líka, er að þú veist, það er bara erfitt sem við gerum bara sem manneskjur er að horfa langt fram í tíman. Við erum alltaf bara eitthvað, vilt vera að geða ykkur núna eitthvað, þú veist, og þú ert bara einhvern veginn ekki að pæla í því að ég þarf að leggja inn bara því líka groundwork núna og síðan bara ætla ég að uppskera eftir 2 ára eða eitthvað og það er einmitt líka og síðan er hitt, þú skilur að við erum alltaf með svona, veist, eins og ég hef verið með svona þegar við erum með fyrirlestur að tala í fólk um markmið og markmiðasetninga, þú veist, hvernig þú lætur eitthvað sem er ógeðslega erfitt, hvernig gerir eitthvað sem er ógeðslega erfitt þannig að það sé auðvelt að gera það, veist, hvernig gerir eitthvað sem er ógeðslega erfitt auðveldlega og af því að mér líður ekki þannig sem eins og ég sé að gera eitthvað sem er styrla erfitt, af því að maður svona finnur leið til að gera þetta auðvelt. Hluti af því er einmitt átt að sjá því að þú veist, við erum með óraunhæfar væntingar til sjálfsökar, þú veist, við setjum okkur óraunhæf markmið, bara svona átt að sjá því, þú veist, maður heldur ekki, maður, nei, ég get alveg gert það, en maður svona, nei, gaur, þú ert alveg pottið að setja þér örugglega markið aðeins svo hátt, þannig að þú veist, að vera með, eins og ég er með, þú veist, fyrir maraþoni þarna var ég með skilur 4 markmið sirkabát, þú veist, fyrsta markmiðið auðveldasta markmiðið, fyrsta markmiðið sem er svona semi-djók markmið sko, eitthvað sem maður væri bara eitthvað, oh my god, þú veist, þetta er bara umlegt markmið og það var skilur bara bætið 1 sekúndu, þú veist, frá besta tíunum mínum í Reykjavík þótt ég vissi að skilur ég ætti að geta hlaupa 8 mínútum hraðar, þú veist, þá ætla ég samt að vera sáttur í bæti með 1 sekúndu, þú veist, það er alveg markmið, þú veist, þú er aldrei hlaupað svona hratt skilur, aldrei, ever, þannig að þú veist, væntanlega þú hlýtur að vera ánægður með það. Síðan þú veist, næsta markmið var að hlaupa undir 2:26 sem er, þú veist, þá ef ég myndi hlaupa undir því, þá er ég að hlaupa á 3. besta tíma Íslendings og þú veist, ég ætlaði líka að vera ánægður með það og síðan var, þú veist, markmið eftir það var að hlaupa undir, þú veist, í kringum undir 2:22, þá var ég, þú veist, eitthvað 1,5% eða 2% frá ólympíumarki og þú veist, draumamarkmið, skilur, allt myndi ganga við og væri að fara undir 2:20 þótt allar æfingar, skilur, miðið við það að vera að fara kringum 2:20 þá var það samt, skilur, draumamarkmið að það er ekki það sem ég ætla að vera að ég sett bara það markmið, þú veist, bara ég ætla að ná þessa því ég vissum að ég geta, þú veist, ég var bara allar æfingar að segja ég geta og bara þetta er markmið, ég ætla að gera það þú veist, það hefur verið 4 mínútum frá markmiðinu og verið bara hundsvektu bara eitthvað djöfullin maður, þetta var alveg ömurlegt eitthvað, en í staðinn, þú veist, náði ég 2 markmiðum og í rauninni, þú veist, 3 að, þú veist, ég náði svona nálgast hægt og bítandi, þú veist, þetta ólympíumark og þá má, þú veist, kemur út til hlaupum bara geggjað sáttur með sjálfan sig og þú veist, þetta svona að setja sig, þú veist, nokkuð markmið reynsið, þannig að þú veist þú lágmarkar líkurnar á því að verður svektur og hámarkar líkurnar á því að verður ánæður og þetta er eitthvað svona sem að því fólk er alltaf vant að setja bara eitthvað að hlaupa á þessum tíma, 1 markmið og það er í flestum tilvikum þetta óraunhæfa markmið sem við erum með í haustum, við erum svo mikla trú á okkur eða við höldum, þú sjáum okkur einhvern veginn í speglun, þú veist, við tengjum mjög margir við að einhvern veginn, þú sér einhvern veginn í speglun, þú horfir á því í speglun og finnst það djöðlega massaðar, djöðlega flottir eitthvað, en síðan, þú veist, ertu kannski bara einhverju average formi en maður bara einhvern veginn horfir á þessu bara, ég er alveg með þetta sko. Og markmiðin er í takt við það sem þú sér þannig. Já, þú veist, þannig að það er eitthvað sem að, já, ég vil að, þú veist, fólk temmi sér svolítið meira, þú veist, að því að, þú veist, ef þú ert alltaf að lenda í vonbrigðum, þú veist, þá hættir að gera það sem þú ert að reyna að vera góður í, skilur. Þú veist, það er alveg takmarka hvað og nennir að vera alltaf bara, alltaf fúll, skilur. Tekur þetta með þér yfir í önnur svona aðra hluti sem þú ert að gera í lífinu? Já, bara allt, skilur. Þú veist, það sem er að gera er að... Þú varst nefnilega alveg, þú ert heldur öflugur námsmaður.
Já, ég Varstu vel á undan í Vestló og svona í einhverjum áfengum? Já, ég var búinn ég reyndar tók svona aðra nálgun á svona alltaf tekið minni og minni koma að segja nálgun á námið, eins og í útskjáðastu grunnskóla, þá fekk ég einhver svona velun fyrir að vera eitthvað besti námsmaður sem hefur verið í Smáraskóla frá Róli. Já, þetta var skrifað á á bókinu sem maður fekk Mamma þinn yfirkennarinn? Nei, því miður sko. En það en já, það var svona fekk einhver svona sérstaklega viðurkenning frá það, og þá var maður búinn að leggja hart að sér eitthvað og síðan sem maður og þá, kláraði ég var búið með starffræði 403 áður en ég fór í menntaskóla og með, bara 10 í öllum áfangunum en ég svona eftir að maður var því rauninni gáfaðri þá áttaði mig hvað þetta er tilgangslaust að vera eitthvað að stefna á einhverjar sturlaðar einkunnir þegar ef þú lækkar væntingarnar þínar aðeins í einkunnirnar þá lækkaði vinnaðin lækkar einkunnirna úr 10 í 9 að þá var ekki 10% minna effort, það er 100% minna effort það bara fyrir einhvern sem á öll með að fá 10 að fá 9 er bara jóklétt og þá allt í einu bjóstu til 2-3 tíma á deginum bara eitthvað sem komnið þarna og það er engin áhrif á eitthvað alveg að læra helling eða þú að koma að segja að fá alla mentuna sem þú ættir að vera að fá en þarna bara það að lækka svona væntingarna þínar þarna frekar að stefna bara að vera að fá 9 og þá allt í einu bjóstu til bara þá bæði varstu ánæður með allt sem varst að gera í lífinu bæði þá varst að fá einhvern sem þú ætlaðir að fá hafði meiri tíma til að stunda íþróttina fótbolta og körfubolta og hvað sem þú vilja gera og að stunda eitthvað í félagslífinu og já, síðan hélt maður reyndar áfram síðan í keppniskap og metnaður og svona eitthvað í námi að það svona fylgdi mann inn í síðan í háskólan að ég er að klára núna 3 masterskráður á 3 árum sem er alveg ágætlega mikið álag búin að vera en að samanskapi er maður að ná að komast upp með það með því að vera svona þokkalega skipulaður í því sem maður er að gera en þá ætla ég líka svona segja skili við skóla í smá tíma þetta er alveg búið að vera helviti gott törn. Og hvað langar að gera? Hvernig ætlar að mixa saman bara atvinnu og framtíðinu og íþróttum og Já, ég er með master í reikningsskilum og endurskoðun, master í fjármáli fyrirtækja og svo er ég líka með master í kennsluréttindum og síðan er ég með grunnnám í hagfræði. Ég er með 4 háskólagráður og þá var ég alltaf þetta sama en þá verður að ná þér Þú verður að taka 50 Þú verður að taka 5 en þá er eiginlega þá er eiginlega slæmt já ég er með 5 háskólagráður Hvernig getur þú samt sagt að því gáðari sem maður verður því meira áttar maður sig á því að þetta sé tilgangslaust og ert síðan með 4 gráður á bakinu tilgangslaust að vera að stefna svona háarengunni okay, eins og að vera þarft ekki að fá 10 öllu skilur eins og þarft ekki að fá 9 öllu eins og ég hef sagt eins og ég var núna í kennsluréttindunum og var eitthvað stáð maður að mæta og taka svona æfingakennslu ég segi fólk, ég segi bara við alla út með nemandasumir sem að fá 10 kannski í einhverju af því að hann man allt síðan 2 mánuði setna fær hann í sama próf og hann myndi fá skilur 3 eða 2 af því að hann myndi það bara ég ætla að segja, vertu frekar nemandi sem fær 6 í einhvern og eftir 2 mánuði þá færðu aftur 6 í einhvern lærðu frekar það sem þú ert að læra þannig að þú kanta en ekki að því að ég meina hittir oft bara tækni skilur að fá hátt í prófum er oft bara hversu góður ert að muna shit en fara í það að átt að sjá því bara wow, það er ekki það sem skiptir máli og mannst eitthvað heldur frekar að fáðu bara áttu síðan þú tekið saman próf eftir árið eða hvað þá myndir þú bara aftur fá 8 eða 7 eða ekki vera gæðin sem að fær 10 og svo bara einhverju mánuð setna og það veist ekki neitt það er margt á baka við þessa tölur já, það er svona mér sem ég tala að það er gáðið að það átta mér á því hvað er rauninni skiptir máli þegar það er ekki einhverjum sjálf sem að skiptir máli heldur svona hvað þú lærir Ertu líka að gefa hann slaka í hlaupin? Eða ertu að stefna á 10 og bara ertu að eyða þessum 2-3 tímum aukalega úr 9,5 upp í 10 til þess að bara gjörsamlega maximæsa þig? Ég myndi einmitt segja það í hlaupum er ég svona að reyna að fara þess að koma að segja svona áhættu minnstu leið í samt að miklum árangri að eins og margir af þessum í Afríku þá er ekki svona oft scientific nálgun á þetta heldur bara
hlaupa menn ógeðslega mikið, skilurðu, og þú hleypur ógeðslega mikið þá er alveg mjög góða líkur á að verðir mjög góður, en samskap eru mjög háa líkur á að þú bara meiðist og bara rústir að þig líkamann. Þannig að þú veist, ég er klálega að þú veist, fara ógeðslega varlega að leiða þessu, þar að segja að þú veist, að ég er ekki bara eitthvað ætla bara að gera allt til þess að, sko maður segja, bara leggja svona 100% álag á líkamann, heldur ég svona að reyna að vera frekar í, skilurðu, 97-8% eitthvað svona að gefa svona smá einmitt slaka í þessu, en að samanskapi þá er líklegri ég með ná árangrinum að lokum, af því að það er svona, þú veist, það getur verið hættulegt að ætla bara að ná árangrinum strax og gera all in og bara vera alveg á limminu, sko. Ertu að fara að hlaupa í dag? Já, það getur verið að fyrsta skokka, maður skokki kannski 20 mínútur, 30 mínútur og taki síðan einhverjar liftingar, hnébeyju og einhverja veislu. Hvað fyrir langt á 20-30 mínútum? Það er allur gangur af því, sko. Það getur verið bara, þú veist, 5-6 kilometrar og upp í 7-8 skilur. Þú ert að fara 5 kilometra á 20 mínútum og það ertu bara mjög easy pace. Já, það er í rauninni flokkast sem rólegt skokk. Það er svolítið galið. Já, eins og maður fyrir hérna, já, rólega skokki mitt getur verið frá, þú veist, ef við tökum í 5 km tíma getur verið frá, þú veist, 18,5 mínútu upp í svona 24 mínútu samt alveg. Þannig að það er samt alveg svona gangur á því. Var það einhvern tíman milestone fyrir þér að hlaupa 5 km undir 20? Eða varstu bara eitthvað óvart með það á bakinu? Það er eitthvað mjög skondið, sko, að því að fyrsta hlaupið mitt svona, þegar ég var að fara að æfa fyrsta skipti fyrir marathoni, þá sagði frændi mín hérna, já, þú ert að mæta hérna, hann var, þú veist, þá átti besta tíma, þú veist, á þeirri öld, eða þú veist, á síðustu 20 árum átti hann besta tíma sem við hlaupin í marathoni, þá átti hann, þú veist, eitthvað 2:35 og hann sagði hérna, já, mætir í þetta hlaupið hérna og við sjáum, þú veist, hvar þú stendur núna, og ég eitthvað mættir hlaupið og hann eitthvað, já, hvernig ætlar að hlaupa það? Ég eitthvað, hlaupi ekki bara eftir þér? Og hann svona, hann þetta sagði ekkert við mig þá, en hann sagði mig eftir að hugsa bara, hann eitthvað klikkaður, það var að hlaupa bara eftir mér, og ég gerði það síðan bara og hljópi bara eftir honum allan tíman og ég hljóp þá, tók hann síðan á endaspretti og hérna og hljópa á eitthvað 34 mínútum og 40 sekúndum eða eitthvað 10 km. Já, og þá var ég mitt, þú veist, það var líka óæður, skilur, og mætti bara í hlaupið. Shit. Og hann alveg, já, ok, þetta, já, ok, þú ert vel sendur. Náði frá daginn. Hann var ekkert alveg það kátur, sko. Já. Þannig að þú kemur inn í þetta sem smá talent bara með. Já, þú veist, að bara vera, eins og segja, þú veist, heppinn að hafa verið að æfa alltaf mjög mikið, alla daga alltaf, þú veist, verið 2 íþróttum, vera, já, að hlaupa. Þannig að já, svona móður minni mjög mikið að þakka þegar maður krakkja, það var svona þá hérna, þegar maður var ekki að haga sér að þá hérna sá mér að fara að taka tringum hverfið og þú veist, ég á rátt sem ég var ekki að, þú veist, hún var ekki að fara að stað og menn leiðum sagði ég tek tíman að þér, þá var ég bara horfinn. Keppnistryggarinn. Já, mjög fyndið og það sem ég fyndið við þetta líka er að ég fatta þetta ekki, þú veist, það er svo hvernig sko maður er heimskur, það er bara eitthvað að það sagt tíman að þér og svo sá hann bara einhvern tíma, skilur, þegar maður kom tilbaka, en maður fattaði ekki, maður hélt geðveikt að maður væri bara þarna í einhverju keppni við bara alheiminn, skilur, og þú veist, að klára að hlaupa í kringum eitthvað hverfi og það væri ekki verið að taka tíman að þér. Varstu ekki líka hérna, þú tapaðir eitthvað tíman einhverjum leik, þú og liðið þitt í einhverjum undanúrslitum. Já, og þú hérna ferð sagt, eftir leikinn alveg brjálaður, þetta var fyrir, já, einhverjum undanúrslitum, það var eitthvað undir og ferð bara út og hleypur. Já, þetta var ekki gott, sko, þetta var í undanúrslitum á Íslandsmótinu. Já, þú veist hvað ég er að tala um. Já, þetta var, þú veist, það var semst verið að teikna, við vorum að tapa með, þú veist, þetta var undanúrslitum í Íslandsmótinu og, þú veist, þetta líka að finna að ég var að spila upp fyrir mig, einhverjum 2 árum upp fyrir mig og, þú veist, ég hefði skorað einhvern 20 eitthvað stig í fyrri hálfleik og við vorum að vinna og bara alltaf gangi geðvægt vel, síðan bara byrjuðum við bara dettur leikurinn algjörlega undan okkur í seinni hálfleik og við erum síðan að tapa með 1 stigi og þú veist það eru 4 sekúndur eftir og þú veist það er teiknað play upp og ég á að fá boltan og gæðin sem er að taka innkast gefur á annan gæja
og hann síðan klúðra skotinu og ég missi það, skilur, ég geng bara upp að gæjanum sem var í innkasti og bara hraunið og bara öskra bara hvað í er það gera bara öskra og bara brjálaði síðan bara eitthvað, fer upp í klefa stætla að taka dótið, ég bara teki dótið mitt fer bara í búningnum sko, og fer bara út og síðan bara er ég farin bara hleyp heim brjálaður sko. Hvað hefur hlaupið langt hann? Þetta var einhverstaðar ég var í Vesturbænum Frostaskjóli, var að hlaupa í Kópavoginn einhverstaðar, ég veit ekki 10-12 kilometrar eða eitthvað ekki. Gott kúldáð eftir körfuboltaleik. Já, ég var brjálaður, þetta var ekki gott moment. Og þetta er gæinn sem er núna komandi í mark að taka flugvélina og já, alltaf glaður og góður hann. Já, maður, þetta var ekki þetta var svona mjög eftirminnilegt moment sko. Herðu, að lokum, ertu með eitthvað ráð fyrir fólk sem ætlar að taka þátt í Reykjavíkurmaraþoninu, annað en það sem úr núna? Já, þú veist, það sem er, þú veist, mikilvægast líka í þessu er að þú sért með eitthvað með þér, þú veist, farðu í hlauphóp í alvörunni, þú veist. Hvernig kemur maður sér í hlauphóp? Þeir eru út út, þú veist, bara þú getur farið inn á hlaup.is og það eru listir. Það er ein old school síðan. Hún er old school, það er rétt. Það er ekkert flókið við hana, það er heldur ekkert svona fancy eða það er ekki neitt verið að nostra við hana. Já, en það er, þú veist, eða bara googla hlaupa og skilur bara hlaupa við Breiðablik, hann er til, skilur hlaupa við FH, hlaupa við Hauka, það eru til allstaðar og það er 100%, það var líka konceptið með þessu, er að opna augu almennings, í samstæðan við Íslandsbanka og opna augu almennings fyrir því að það er hlaupa bara út allt. Og veist, ég er núna búin að fara inn í það alla og það sem ég var eitt merkilegast við þetta var að ég myndi eiga erfitt með það að finna einhvern út á götu sem er lélegri heldur en lélegast í gæin eða konan í hlaupahópunum, af því margir er svo hrættir að ég fari í hlaupahóp og þeir eru lélegastir eða eitthvað þú veist, það verið ángríns bara challenge fyrir mig að finna bara einhvern sem að ég myndi halda já, ok, þú verður lélegastur í þessum hlaupahóp að þetta spannar allt bilið, skilur það eru hlaupar sem er ágætir hana en flestir eru bara eins og bara hinn almenni maður, skilur. Og eru alltaf að hlaupa saman? Já, síðan er bara tekin aðeins, skilur, á hver á sínum hraða. Þú veist, eins og ég segi með mjólkursýru þröskuld hraðan, það er bara hver og einn er með sinn mjólkursýru þröskuld hraða og þú veist, það er ofta einhver þar sem er í svipuðu reynsi og þú, þannig að þú ert að hlaupa með einhverjum á æfingunni líka. Þannig að, þú veist, farðu í hlauphópa og það munu amazing hlutir gerast, bara bókað. Geðveikt. Arnar Pétursson, takk kærlega fyrir spjallið og gangiði vel í þínum framtíðar hlaupum og plönum. Takk fyrir mig.